channel. Today we're gonna be doing the 24-hour podcast challenge. Yeah, you heard it right. We're gonna be recording a podcast for 24 hours straight, non-stop. No food, no alcohol, no sex. No wait. No wait. So what do you guys think about this? Hvað að gera þetta? Fokkjá maður. Ég segi að I think that's freaking awesome. Ég segi að 1000. þátturum verður 24 tíma. 24 hours. Já. Á bara tökum við þetta. Hvernig ætli það sé? Hvað langt þá í 1000. þáttin? Pældi að, já, það bara 100 alltaf eitthvað. En pældi að, já, ef við gerum þetta ángriðs það. Já. Það þurfu nokkrar myndaðalar. Já, fyrsta podcasti til að gera það. Og bara með, þú veist, og við megum ekki sofa neitt, þannig við þurfum bara, þú þarf fyrir koffínið ekki. Hvernig það ekki? Þú drekkur ekki koffín núna, en þú drakkst einu sinni koffín. Já, ég drakk einu sinni koffín. Fyrst þegar ég byrjaði að drekka koffín svona on a regular, þá var það aðna, þegar ég vann í húsasmiðunni í bænum. Ég drakk held ég 2 daga eins og bara þurfti að kasta þetta. Og hvað varst að drekka þá? Collab. Já, veist í kollabinum. Það var náttúrulega líka semi-kók, sko. Það fylgdi að koffín í kók. Já, það geymist, þú varst náttúrulega í 5 kók. Drekka bara 500 milligram á dag eða eitthvað. Eins og tölum við fyrsta þætti, sko. Glöggi hlustandur mun eftir, sko. Já. Og þessi kókin, sko. Ég meina, já, en ég köttaði það líka út, sko. Já, það er vel gert. Þú ert alveg svona agaðu gæði. Þú ert alveg að kötta shit út stundum, sko. Já, en það er mjög erfitt þegar maður að fíla þetta, sko. Ég er stoltur af þér. Já, svo þegar maður bara, fuck maður, ég má ekki vera að gera þetta. Það heldur maður samt áfram. Svo kemur bara tímabil og verður bara, hey, no more. Þetta er fíkill í þér svona, þú veist, þú verður háður hérna. Ég veit það ekki, örugglega. Ég var alveg háður FIFA points. Varstu háður því? Já. Nei? Já, fucking. Heyrðu, já, what? FIFA points? Tölum við þessum FIFA points? Nei, Hvað? Nei, ok, tölum við FIFA points. Ég hef aldrei keypt FIFA points. Slepp mig bara. Já, þess vegna vil ég ekki tala um þetta. Þú ert fucking boring. Boring. Já, ég segir, hann spilar, hann hefur ekki keypt FIFA síðan FIFA 18 eða eitthvað. Jaha, þú hefur ekki spilað FIFA? Jú, ég hef alveg spilað FIFA, en ég hef bara ekki keypt, skilur. Hvað það, fengið hann frían bara að spila? Nei, bróðum minn á hann bara, skilur. Er ekki alltaf öfugt að litli bróðum bara? Þú veist, hann er að stela til FIFA hjá litli bróðum. Oftast öfugt, þú veist, ég hef alltaf stelað til FIFA hjá eldri bróðum mínum, sko. Já, það er oftast þannig, sko. En sko, já, FIFA points, ég man einmitt, þetta er samt svona þetta er smá svona illa séðu hlutir, ég skilði einmitt, þú veist, að kaupa FIFA. Ég man, þetta var svona moment þegar ég keypti FIFA point í fyrsta skipti, FIFA 19. Og maður stalst svona, þetta er ángið smá fíkn, sko, þetta er smá gamla, ég man í eitt heldina, þeim er ekki neitt, sko, með við hvað, kannski, þú eða aðrir eða eitthvað, ég eitti kannski 30k í heldina eitthvað í FIFA 19 í FIFA points eitthvað. Þetta er bannað í Belgíu, FIFA points. Oh shit. Þú þarf að með svona crazy facts. Þetta er bannað í Belgíu, en þarna, já, þetta er bara eins og gambla, þú veist, þú ert að kaupa pening í leik til að kaupa pakka og vonast á færið hana góðan gæði til að selja fyrir coins. Það er eins og að kaupa the battle pass, ég hef aldrei keypt the battle pass. Og ég man, þetta var svona smá, ég hef aldrei gamblað eitthvað svona casino-gambúl eða sportsbetting, sko. Ég enda fóð til AC einu sinni með félagið minn, 3 bjóðanir. Það er einskið sem ég gamblað eitthvað casino, bara stemni ykkur, eitt ykkur $100 með eitthvað. En það var sléttuð samt, sko, ég bannaði tilbaka, sko, ekki þetta. En þannig að, maður ekki með þessu. Nei, málega FIFA points, ég man þegar ég var að prófið fyrst skipti, þetta var líka smá hópressa, ég var þetta með einhverjum félagum mínum heima í mér eitthvað FIFA og keypti, þetta var ángið smá svona, þetta var smá eins og byrja að reykja, þetta var smá svona, jú, keyptu maður, og ég nei, svo bara svona, keypti ég bara einhvern veginn svona, fuck it, eitthvað, bara smá, það var bara hópressa, hópþrýstingur, og svo einhvern veginn hugsa maður bara svona, en nú er ég búin að kaupa einu sinni, okkur ekki að kaupa aftur, þetta er alveg smá fíkn, sko. Heldur hvað er að græða á sig líka? Bara svona, ok, ég ætla að fá geggjan gæði, þetta er geggjaði pakki, þetta stendur eitthvað 84 plus rating, svo fæ maður bara eitthvað 84 plus gæði, 84 rated gæði, og maður er bara, fuck, og svo þegar maður fær góðan gæði, þá fæ maður bara adrenalin, er það ekki það? Jú, maður fær bara Dybala í FIFA 19, selda fyrir 300k, maður fær eitthvað rush, eitthvað high. En samt hata maður leikinn, svo spilur maður leikinn. Hvernig varst þú að kaupa FIFA points, Ingi? Hvað FIFA varst þú að kaupa FIFA points? Mörgum eða, hvernig varst þú að kaupa Vesta, skilur? FIFA 20, þá byrjaði ég að kaupa byrjaði í þessu rugli. Já, ég byrjaði að stunda það, sko. En ég... Í hvaða leik keyptir mest FIFA points? Örugglega, vá. Sko, örugglega FIFA 21 eða 22. Út af ég var bara going crazy, sko. Ég er svo spes, ég eiginlega spila aldrei FIFA nema bara FIFA 18 og 19, smá 20. Reynda smá 25 líka þegar ég bjó í New York. Ég var Amitab, indverski vinur minn, sem ég alltaf að tala með. Við vorum alltaf roommates, þannig að við varum stemning á kvöldin að hendi, taka eitt FIFA leik. Alltaf bara kick-off, sko, ekki Ultimate Team, sko. Ég er líka lélur FIFA, ég ætla bara að viðurkenna núna, sko. Já, það er málið. Ert þú góður? Ég er fínn, sko. Ég og Ingi vorum átt að spila á móti okkur öðrum. Ingi lítur að bestur, ekki? Ég skeit á Tómas. Hann er aðeins betur en ég.
Ég sko, nú allar stelpur hægt að hlusta á þetta, við erum búin að tala FIFA í 5 mínútur. Nei, þannig að, sko, en ég líka, sko máli ég hef spilað einu sinni með Fortnite jólin. Það var þetta Iconic, þá fengu í þeim leik, þá fengu hugmyndina parkour-sketsin sem tókum við. Út af því, ég var að parkoura bara í Fortnite eftir ég var að hoppa upp einhverja byggingu og ég sagði svona, ég stráði að gera eitthvað parkour og þá bara byrja að spinna á staðnum í PlayStation Party. Við ætlum að gera þetta aftur ekki, við þurfum eiginlega að taka Fort aftur. Það var svona 4 mánuðir síðan við tókum Fort sko. Út af því að líka, við fengum svo góðar hugmyndir, bara að taka brainstorm í Fortnite sko. Já, í staðan fyrir að púla upp í bæinn og bara tökum Fortnite, það var gott, við þurfum að hafa einhvern svona 4. gæði sem er að skrifa inn í hugmyndum því að ráðan ykkur gæði, Stefni eða Elvar en talandi um Fortnite, já, ég yfirbara lélegustur af ykkur, þú veist, ég man þegar ég spilaði með ykkur þið voru miklu, ég var smá sjokkt Spilað þú ekki Zero Build? Jú, ég var bráðum fyrir að Zero það er mikið núpa þenni Zero Build trúður ég get bara ekki, ef það er build, þá bara get ég ekki unnið, sko ég spila bara Zero Build Ingi er einmitt, hann er lúmst bara þeir eru fokkið, þeir eru hraðir, sko ég veit ekki, stundum er ég bara ógeðslega lélegur og stundum er ég bara ok en stundum er ég bara, oj, eins og ég bara gerir boxing einhvern gæja og bara skít á hann og svo allt í nær, ég fæ bara, ég segi bara, oj, hvað er ég að gera? Þú ert oft smá nasty, sko. Það kemur bara allt inn, það er bara svona kannski 5 sinnum á ári. Þetta er eiginlega hvor er betri spurning, fuck it, ég er ekki með hvor er betri í dag, en hvor er betri í Fortnite, Ingi eða Tommi? Það er Ingi, sko. Það er 100% Ingi, sko. Er það sant? Jú, þú ert, mér er það bara í Tilted Zone Wars, sko, þú ert alltaf að fokka mér upp þar. Já, ég er með taktik í Tilted Zone Wars, sem að eiginlega mér þess að vinasamband sko. Ég fór alltaf ég byrði alltaf, hvað sem var ég byldi alltaf ógislega háttu og var bara að skjóta á strákana niðri skrifur mig, ég var bara, þú veist, að third party að feitt ég meika sens Ingi sem með, hann er með þessa út með þetta streamer svona vibe svona, með þetta streamer klippingu svona ninja og þú er mjög líkil Svipað týpur en voru einhvern veginn að streama Fortnite? Nei Jú, Ingi, þú hefur streamað Fortnite sko. Ok, shit, þú vart bara eins og íslenski ninja Ingi er íslenski ninja Hvað heit hann að face, hvað heit hann að gæðin sem var bestur í face? Tifu, hann maður geggjað Tifu, já Ég man þetta Fortnite tímur, þetta var svo kjánlegt Tifu, he's like such a great builder þetta er alltaf ógist Já, líka, menn voru bara að tala bara hvað er betri, Tifu eða Ninja Menn líka voru að bífa, ég man, það var hérna TSM Myth og Ninja það var bara svona Fortnite beef, sko Við höfum ennþá að gera Fortnite postgame interview sketsin okkar Já, guð minn góður, maður Við þurfum að gera það, við ætlum að taka Bjarina Ég held að ætlum að gera það fyrst svo hættu við parkour Það kom hérna parkour og svo Fortnite Það var saman tíma, sko 100% sko Ógeðslega gaman En já, það er bara Nei, betur, talandi um hérna fíkn Ég hef komið glænýja fíkn Nú? Latte, já, með Tommi, sko, þetta voru aldrei en ég vingi, þetta voru mjög erfið síðustu dagar hjá Tommi bara fæði pirrandi með þetta latte Við förum í bæinn og það er bara, ég var fyrst að fá mig latte Þetta er svo mikið svona, þetta er svo mikið cool, eitthvað reynar og cool Þetta er mjög skrítin fík, sko Já, ég er samt að respekta þetta, ég er fílað að þú sem byrja að drekka því þá er ekki eini sem drekkur kaffi, sko Ég er líka loksins búinn að fatta þetta bara Ég er loksins búinn að fatta þetta kaffileik, sko Ég er búinn að fá mig 2 latte í dag og það var ekki svona þú fegst þér latte og svo var svona hálftíma á milli og fegst þér annað kaffi er það ekki bara dálítið hættulegt? Nei, fólki bara skrifstofunum ekki þau drekka bara 4 bolla fyrir hádegi 4 lítra af kaffi á degi þú veist hvað er mikið koffín í latte? Já, þetta er kannski svona 60 eða eitthvað það verður því hversu stóð, þú færði alltaf extra large latte Tommi mæti alltaf með double cup Nei, ég er bara einu sinni með eitthvað double cup Hann er góður, sko, lattin er góður Þegar þú byrjar að fíla kaffibræði þá verður það geðveikt, sko, fyrstu Þetta er smá bara svo kakó, sko Þetta er svona dekkri kakó Fucking nice Næst þegar þú ætlar að fara á kaffi og svo ætlar að fá kaffi þá hendi ég bara í heitt súkkulaði, sko Já, að fá bara hot chocolate En herðu, þriði þáttur að fara í gang Mér liður þess að strax áttum vanur við erum svona við erum sem þetta er bara orðið frekar næs, sko og bara shout out our fans þeir bara takk fyrir allir sem eru að hlusta bara geggjaðar tölur og comments ég haldi áfram að sko our biggest fans shout out á gælurinn sem er alltaf að kommenta hvað heitir hún sem kommentaði þarna senast er hún ekki með eitthvað nafn? Hún er ekki með eitthvað nafn, hún er einmitt, verið duglega að kommenta á Spotify þættina, sko það er við tjekkum á því, sko já, hérna, Ylva is fabulous er hún ekki búin að kommenta báða þættina? Jú hún kommentaði eitthvað getur við vippað upp kommentinu hvað sá hann í senast þætti við erum að lesa það upp, sko biased comments, hérna er það
Tjekka á þessu, þetta er published. Já, hérna. Ylva is fabulous, shout out hann, þetta er our biggest fan af Gaurum Stæla, sko. Hún er sátt að heyra það. Hún segir hérna, senast þetta 2, hún segi, af hverju ég svona rosa biased fyrir Inga í öllu? Þetta er deep favoritism. Also, Gaur, sketsagerinn POV túristar á Ísland, Loki gaf mér vocal stim. Laufey, I love your music. Já, það er gaman að heyra. Það var líka fucking fyndið klippa þarna, ég mátti hann að taka upp þegar ég bankaði hann hús. Þetta er hérna túristavídeó þarna. Laufey, I love your music. I love your music. Kom einhver út og Kona var eitthvað stóra okkur. Túristavídeó, iconic sko. Það er svo eitthvað annað út í hann. Ég held að hann er S eitthvað. Já, Snæ Sverris. Snæ sem er komment á senast þátt, geggjað þáttur. Hann er búinn að koma tvisvar líka, eða hún, Snæ... Shoutout á þig líka. Shoutout á ykkur. Já, þetta er eiginlega gæði, geggjað þátturbrósar og frábæð þáttur. Já, kommentið á, sko, já, við viljum að lesa komment á Spotify. Allir sem kommenta á Spotify við lesum upp, sko, hann að endilega kommenti, segja eitthvað, og bara hvað eitthvað finnst í þættunum, skil, ef það er eitthvað umræður í þættunum, kommenti eitthvað svona, já, mér finnst þetta, eitthvað svona, ég myndi vera þetta, eitthvað, Ingi er eitthvað, mikið af fans hjá Inga, sko. From now on, ætlum við að gera vikulega shoutout á Spotify. Já, 100%. Við lesum upp öll Spotify komment. Já. Ok, en já, bara þess að þáttu 3 frá í gang, við erum með gamlan lið blandi nýja, ég er með 2 glæð nýja og þú ert með 1 nýjan og Ingi, þú ert með Ég er með 2 old classics. Já, sem varst mér fyrst að þetta er skrítið og top 3. Já, þetta er skrítið og top 3. Þeir bara you can't get enough of it. You can't get enough. Really? It's just great. Ég er einmitt með Haldið getið. Haldið getið sem var líka fyrst þetta sem var. Sló rækilega gegn. Já, ég er mjög spenntur á þeim. Erum að fara í hann? Já, ætlum ekki í hann strax. Já, við viljum aðeins að bíða með. Já, þannig að ég er með 2 lið. Ég er með lið sem heitir Heimsfréttir. Splunkunni þáttur sem ég ætla að byrja þáttinn á. Og svo er ég með leið sem ég kalla besta vinakeppnin. Keppnin milli Inga og Tomma, þetta er ekki hvort betri. Þetta er eins og þeir sem að hlusta á blöð, þetta er eins og þekkið ekki. Þannig að einn fer út og ég spyr hinn spurninga og þetta er keppnin hver þekki hvort betur. Já, þannig að hinn fer út, ég spyr hinn spurninga og svo hinn að giska hvað hinn sagði, já. Mjög skemmtilega og líka mjög gaman, ég er mjög spenntur að sjá hvað gerist það milli Inga og Tomma, sko. Ég held að þetta verður skemmtilega þáttur, sko. Já, þetta verður mjög skemmtilega þáttur, sko. Og þannig að, já, þá byrjum við fyrsta liði Heimsfréttir. Já, hvað er með það? Ég er spenntur. Já, það er alls konar að gerast í heiminum, sko. Ég er náttúrulega mikill landafræði áhugamaður, sko, þannig að ég er mikill áhuga á svona heimsmálum og svona dótið, sko. Og þannig að, fyrsta frétt, Obama, þið veitu hvað það er? Já. Hann er fyrir fórstu Bandaríkjanna. Let me be clear. Obama, já, einmitt. Hann segir að geimverur séu til. Heyrðu, já, ég sá þetta. Jú, ég sá þetta. Hann bara fullið, geimverur eru til. Og ég veit, sko, ég veit líka að þetta hefur verið, einhvern veginn gaf eitthvað NASA út eitthvað, US eitthvað government, maður ekki að þessu? Jú, ég man Trump held ég tweetaði bara, hey, hérna er eitthvað linkur, tjekkja á þessu, geimverur eru til. Geimverur, það er bara, Bandaríkinn gaf eitthvað bara, geimverur eru officially til, bara sögðu það. Svo er þetta ekki meira eitthvað. Fyndið, það var, þú veist, einhvern veginn voru bara öllum drullu sama, sko. Þetta er óslega steikt, sko. Geimverur eru til, bara ok. Út af því samt að þau segðu ekkert meira það, bara, show us the evidence, skilur þú veist. Já, einmitt. Okkur er ekki það, en nú spyr ég ykkur einmitt, haldið þið að geimverur hafi komið til jarðarinnar? Vá, ég sko... Hvað þau eru bara ósýnileg? Já, ég oft pælti þessu. Þú veist, geimverur getur verið, þú veist, litið allt öðruvísi út, en samt, það eru bara ákveð mikið efnum í heiminum, eða sláttur, ég veit ekki. Ég hef alltaf verið, sko, ég hef alltaf sagt að það er ekki til, hérna, geimverur. Okkur í ég byrja Tommi mér. Það er lattið að tala. Þetta er fokkin lattið að tala. Eftir að byrja að taka lattið og bara skrítin. Nei, ég einhvern veginn bara trúi ekki. Ég held að við séum bara það heppin og það uník að við erum eina living creature. Nei, við. Kannski eru til eitthvað svona tiny pöddur eitthvað, en ég held að við erum eina svona life form sem eru bara... Tommi, hefur ekki séð vídeóin hversu stór alheimurinn er, eða? Já, það er sem ég er að pæla, sko. Við erum sandkorn bara út í, skilur, Milky Way, það er risadæmi, við erum smá partur af því, svo er til biljónir aðrir svona vetrarbrautir, svo er til biljónir aðrir, hvernig anskotan færðu út að er ekki til, hvernig, það er ekki svona mikið tilhörn, það er til fullt af lífi. Bara við, það meikar ekki sens, það hlýtur að vera eitthvað annað. Aðstæðanir á þessari jörð hérna eru bara fullkomnar, bara fjarlægin. Nei, en ég er að segja, það er bara fullkomið til að það getur verið líf hérna, skilur, það er bara það. Skilur mig, og ég bara trúi ekki að það sé annars svona. Við erum bara einhver apar að tala í einhvern mæka, pælið þetta. Já, það er fucking steikt, sko, þetta er alveg smá svona shower thoughts. Þetta er shower thoughts, sko. En Ingi, þú pælir mikið í þessu, eða ekki? Nei, ég er ekki að teka mikið að pæla í þessu, en þú veist, þegar þú segir þetta, þú hefur skoðanir á þessu? Já, ég hef skoðanir á þessu, ég held að
Já, ég kemur hljóta til. Ég svo spenntur, það Tommi bara leðilega gæði, þetta ekki spenntur að sjá okkur, ég langaði ekki hann fæ sér eitt last og heldur að sé allt og netti fyrir okkur. Strákar, þetta ekki til. Jesus Christ. Nei, sko, ég veit það ekki, strákar, sorry, ég er smá leðilegur, ég held að við séum bara one of a kind. Það bara svoleiðis, en já. En já, förum í næstu frétt, þetta með 3 fréttir í dag. Keppendur í skíðastökki á vetrarólympíuleikum í Milano voru að sprauta efni í limin á sér til þess að það myndi stækka og þá hjálpaði þeim að stökkva á leikar. Varstu búinn að sjá þetta? Já, ég held ég heyri þetta. Þetta var ólympíuleikum voru í febrúar eitthvað, þetta smá old news en já, þeir voru að sprauta ykkur sýru í limin á sér. Sko, þá myndi hann stækka. Nú spyr ég bara, væri þið ekki til í þetta? Ef okkur ekki er að selja þetta, ég var persónulega mjög til í stækka tippu. Sprauta ykkur sýru og bara hann stækkar aðeins. Er þetta permanent eða? Nei, ég sá þetta fyrir eftir einhvern mánuð eða eitthvað. Haldið þetta sé satt að það var að gera þetta? Hvernig fokkar er þetta af hverju myndu gera þetta? Ég skil ekki hvernig þetta myndi hjálpa það að vera stökkvað lengra, hvernig ekki skíðastökkva stökkva, hvernig fokkar myndi lifa. Ég las eitthvað að það svo búningur myndi einhvern veginn mótast betur þannig að myndi fara eitthvað hraðar. Ég skil ekki, þetta er alveg ógeðslega langsótt. Þetta er mjög steikt sport sko, þú ert að fljúga bara, ég myndi aldrei þora þessu. Langafa mín reyndar, Unnur, ég skilur hana, hún var rosa góð skíðastökkvari sko. Nei. Ólagsverði í den, jú, var með eitthvað Íslandsmet. Ólagsverði? Já, það er bara svona. Þannig að ég er með þetta í blóðinu sko. Já, ok. Það er svona my third home sko. Já, ok. Já, ég er ættar að Siglufirði sjálfur sko. Ég er hálfur Siglfirðingur. Fyrir ykkur sem er að hlusta, sjátt á alla sem eru ættar að Siglufirði, það er alveg margir sko. Já, shit. Ég er lókið Siglfirðskur sko. Ég á mínar ættar ekki. Hvað sagðir hann? Siglfiskur, maður segir það. Siglfiskur. Oh, what? Frá Siglufirði, Siglfiskur. Já, ég held það. Ég held það fiskur sko. Siglfirðskur. Siglfiskur. Ég er Siglfiskur. Nei, ok, kannski er það að trippa. Ég er Siglfiskur. Jú, ég held það, ég veit ekki, ok. Jæja, en já, einmitt, þú veist, myndu þið vilja stækka tippa eitthvað með eitthvað svona sýru? Já. Nei, ég bara græja þetta. Til að prófa þetta aðeins. Ég var til að græja og kíkja þetta í Milano og fá þetta efni hérna. Já, prófið þetta næsta þætti, live. Við þurfum eiginlega að prófa allt þetta peptides og allt þetta kjafta. Já, við prófum þetta þáttunum. Prófum þetta live. Já, við viljum að gera þetta svona rannsókn fyrir hlustendur. Við ætlum að prófa að fylgja ykkur séti. Já, tökum ykkur sprautu þáttur. Við máum sprauta ykkur með ykkur. Sprautuþátturinn. Það heitir bara sprautuþátturinn. Sprautuþátturinn mikli. Já, tökum þetta. Ok, þá, já, þetta var mjög áhugavert einmitt, eitthvað, já. Reynda, munið eftir, það var eitthvað gæi sem var að spjótstökk, nei, hann var svona með svona spjót og var að hvað kallar það, spjótkast eða svona, nei, þú veist að stökkva með svona stangastökk, hann var einmitt, hann með ekkert alveg svona penis, penis hans fór í, sem sagt, í aðna súluna, súluna, tapaði hann ekki út af því? Já, hann snerti það? Stórt tippi að það slást einhvern veginn inn í. Hann var bara 50 cm tippi og það fokkaði honum upp, sko, annars hefði gullið eitthvað, en já. Shit. En þriðja fréttin, það sem er í helst í fréttinum í dag, þetta við erum alltaf að tala þetta er svona ákveðið þema hjá okkur núna, við erum alltaf að tala prump, kúk eða piss. Ég vissi að ég þurfti að, eru þið með eitthvað piss eða kúk í eitthvað liðum eða? Nei, ok, ég er nefnilega með báðum liðum smá prump og kúk og piss. Gekja. En við höfum ekkert mikið talað um prump reynda, en það sem er skrítið, ég og Ingi prumpum mikið nefnilega, sko. Það er bara fínt að koma því fram núna, eða ekki Ingi? Jú, við prumpum mikið. Það er alveg hræðilegt. Ég þekkti verið mjög vondarlegt. Það kemur ekki einhver rosalega lykt kannski á mér, en ég prumpa mjög oft. Hljóð og oft. Þetta er einmitt, þessi frétt í dag tengist einmitt hversu oft þú prumpar. Það er sem sagt háskóli í Bandaríkjunum sem fann upp á tæki sem telur hversu oft þú prumpar á dag. Þú festir þetta á nærbuxnaðinnar og já, þeir sem þetta gerur rannsókn, sumir prumpu bara 4 sinnum á dag meðan aðrir 59 sinnum. 4 sinnum á dag? Við erum meira svona 59 sinnum. Ingi er 100%, hann er 59 sinnum. Já, hann er á yfirmeðaldir, en að meðaltali var það 32 á dag. Það sýnir ykkur hvernig það lítur út þetta tæki, þetta er ógeðslegt. 4 sinnum á dag, það er bara óhollt. Það hlýtur að vera, það er bara... Sjáðu þetta. Þannig að ég kannski seti mynd af þessu á þáttinn því sem er að horfa á live. Þú treður þessu hérna. Þetta er ógeðslega skytið. Þetta er eins og eitthvað buttplug eða eitthvað. Þú setur þetta í fellingu og það er ógeðslega ógeðslega. Þetta passar alltaf nærmur sér. En þið spyrjum kannski af hverju að gera þetta. Það er bara til þess að mæla hvernig svona ákveðin matur hefur áhrif á prumpið, sko. Við þurftum ef einhver sem ætti að fara þetta, þá ættum við að fara þetta. Við prumpum mikið. Það smelti ekki minni fokkt, sko. Ég gæti alveg verið upp í 74 með 74? Já, Máli, Ingi tekur bara korter sem hann er að prumpa bara á hverju einustu mínútu, sko. Þetta voru vandalinn mörg á vinið mínu hataði mig út af þessu, sko. Ég og Loki og bara, ég bara köttaði út úr vinahópnum. Er venjulegt að þegar maður er nýbúinn að borða, segjum að ég borða bara hamborgar og franskar og gos,
Ef venjulegt að fara beint á klósti bara svona 5 mínútur seinna? Að kúka? Já. Gerist þetta við þig? Já, eiginlega. Þetta er vandamál held ég. Ég held að það sé ekki það. Ekki. 5 mínútur, það er rosa skrítið. Það er, þú veist, augljóst að það er eitthvað smá að, skilur við, þú veist, meldingin er eitthvað smá í fokki eða whatever, þú ert að bara taka ykkur og töfla. Ég var stíplaður einu sinni, sko. Já, það var stíplaður einu. Til læknis og eitthvað kjátaði, sko. Úi, þú veist ekki að sjúta yfir eitthvað kúk. Nei, þú stóðst bara eitthvað emotíum. Nei, það er stoppum. Það var ekki eitthvað svo. Ég vil ekki drepa, það eru líka hlustandur að borða, sko. Ég til mig hlusta á það podcast að borða. Ég pæli sem ég held að sem ég vil ekki Já, sorry. Já, mitt, þú veist, já, við erum búin að svolítið að fara yfir þetta bara. Þetta voru heimsveitir, já. Ég var einnig með pælingu, við þurfum eiginlega að hafa eitthvað lag undir svona Já, ég get sett það undir post, já, ég ætla að gera það. Jú, gera það. Þið munu að heyra lag undir. Takk. Þetta er skemmtilegt. Good shit. Heyrðu, þá eru þið bara að fara í næsta lið, eða ekki? Ok, ég var að fara í minn lið, nýja. Nýja liðin þinn. Ég hafði gaman að þessum lið, þetta var flottur liður. Hvað heitir hann? Heyrðu, minn liður er smá skrítinn. Hann er svona smá svona unique. Og hann heitir bara, væri hann eða hún flottur eða flott með face tat. Andlitsflúr. Þetta er spes, já. Þetta er mjög spes, já, þetta er celeb. Hvað segir hvort að selur svo er flott eða ekki með face tat? Já, það er Þetta er svona mest nýs lið sem ég hef heyrt Þetta er mjög nýs. En ég heldur mér fílan og ég vil líka, þú veist einmitt, fá eitthvað take og hvort þessi er sammála eða ósammála. Fyrsta sem að poppa upp, og þetta er mest random stuff í heimi, Sigga Ósk. What? Já, hún var endar, já, hún er alveg fan af skettsgerðinni, ég held að hún alltaf peppið að hæskóla. Reyndar, við þurfum að gefa sjátt á FG. Já, hún var þarna líka í þessu leikrit sem fórum á. Við fórum á, sjátt á FG, við fórum á leikrit til Ljóska í gegn, fengum bóð, skörðum með stærlega bóð. Það var ógeðslega gaman. Og við mættum og þetta var fengið geðvægt. Fokkin flott, við sjátt á sýningunni Ljóska í gegn hjá FG, tjekkja það. Mjög góð sýning. Leikfélagi verðandi. Já, einmitt. Mjög flott. Og ég var búinn að ímynda mér hana með svona bleikt hjarta hér. Já. Ég veit ekki akkur, þetta er mjög fokkin random en ég... Þetta er svolítið skrítið. Ég veit ekki. Já, ég held að flestir pulla face tat. Ég get alveg verið með eitt góð hnífinda undir augun. Já, málið? Já. Shit, ok. Ingi líka svona, þannig að eins og 6ix9ine, þú heitir það sama á 6ix9ine rapparinn. Lín, ég heit ekki 6ix9ine. Jú, hæ? Við köllum 6ix9ine. Heitir lögulega ekki Ingi þetta 6ix9ine? Nei. Hæ? Já, ok, stundum. Ok. Það fer eftir á deginum, sko. Stendur ekki passaninn bara Ingi eða 6ix9ine? Jú. Ok. Ég myndi segja já. Er þið sammála þessu? Já. Ég held að myndi ekki passa við hana, sko. Já, ég veit ekki. Maður gerir þetta snirtilegt, sko. Já, ef það væri flott, sko. Já. Ok, Big Joe. Já, vænt. Var ekki Big Joe? Er hann ekki með face tat? Ég held að hann er með face tat. Ég held að hann lítur að fara að fá sér face tat. Já. Hann er svona ekta, einmitt, típa nýða, sko. Ætti að setja myndir á öllum inn á skjáinu, Spotify, það var ekki svo skemmtilegt. Já, fuck it. Ok. En já, ég finnst að Big Joe, já, hann myndi 100% pulla. Bassa Mirage. Já. Ég held að hann var í fokkin eftir. Já, jú. Ég held að pulla þetta flestir. Spicy guy, sko. Bara eitt, sko. Já, ok, Ötti Blöð myndi ekki pulla þetta, þú veist, þetta er svolítið, jú, þú ert að snabla svolítið spicy fólk, sko. Já. Ég mitt, Jú, Bassi myndi 100% pulla þetta, sko. Ég held að hann þarf bara að fá sér tett, sko. Ég held að hann væri fokkin nett tett. Já, hann ekki það, sko. Ok, Bríett? Hún er ekki með neinn tattoo, þannig að það myndi ekki passa. Það er hans á mörkunum, sko. Er hún ekki með tattoo? Jú, kannski er hún með, en maður sést ekkert mikið, ég hef ekkert mikið séð þau, ekki það ég sé mikið Nei, þú veist. Ég veit ekki. Jú, hún er ekki sem eitthvað tattoo, en samt er svona, ég myndi ekki Bríett, ég hugsa ekki tattoo, sko. Er hún ekki með eitthvað permanent demat í tönninu og svona kjæta? Hún er svona ekta gælan til að gera þetta, sko. Já, kannski. Hvað er þessi? Hún er ekki með tattoo á höndunum eða eitthvað shit, þú veist. Ég sé ekki fyrir Nei, ég myndi segja nei, maður segja nei. Ok, hvað myndir Bríett fá sér? Bara eitthvað, þú veist, Esju eða eitthvað? Esju á kinnina? Já. Ok, þeir eru Saint Pete? Esju á kinnina. Já, 100 ára alltaf. Skítulega bróðir. Ég vil tattu á hausunum og tattu í höndunum. Já, fuck it. Ég held að myndi Ég sagði fuck it, það er með tattu á hann að face þetta hann að flúrunum. Það myndi fá sér 600 svona beint svona undir augað. Já. Seint, ég vart að hlusta, fara að henda þér. Þetta er face tat. Ok, þetta er aðeins sko næsti. Hafþór Júlíus Björnsson, The Mountain. Já, hann er allir flúraður. Hann er fokkin flúraður, sko. Einhver gott lóð undir augað eða eitthvað. Svona 500 kg, hann er ekki með 500 kg deadlift. Ég held að það sé með 505 eða eitthvað. Ég var ekki með 510 eða. Ég held að það sé búin að sláða það alveg, 3-2. Það er svona já og nei, sko. Já, reynda, þetta er svolítið já og nei, ég er alveg saman. Ok, bíði. Hvað með Mike Tyson tribal tattooið á hann? Nei, ekki, nei. Ég sé þetta fyrir mér, sko.
Ég er ekkert Þú segir já, ok. Ég segi já, sko. 50-50. Ok, Jón Gunnar Geirdal. Jón Gunnar Geirdal, hann þekktur sem gráður tattoo-maður. Horny tat, já. Nei, samt ekki sköllóttur. Þetta var smá flip. Ólafur Jóhann. King Ólafur, já, nei, þetta verður maður bara reynskinn. Ég væri til að finna að segja já, en nei, það bara passar ekki. Þetta var, síðast ekki, ég myndi að fá sér TikTok-logo undir auga eða eitthvað. Það getur mjög skemmtilegt. Það svo fyndið að sjá hann með FaceTat, sko. Jafnvel þótt að vera bara fake, sko. Það verður ógeðslega fyndið að sjá hann með það, sko. Það var gott, sko. Já, ég sé fyrir mér svona tattoo á haustum á Óla Jóhann. What? Ekki, þú veist svona bara svona ógeðslega stórt. Jú, það hliparði hérna einhvern. Já, shit. Það var bara með eitthvað tattoo svona hérna ofan á hérna. Og svo náttúrulega er hann með hana haircut. Já, talað tattoo. Ég var það að fá mér sketsagerða tattoo. Jaha. Þetta ég gera þér væri 10k followers eða? Það getur verið gott í. Reyndar ekki, það var eitthvað pæling. Ég ætlaði að fá mér eitthvað svona 69 tattoo eitthvað. Jaha. 69 á rassin eða eitthvað. Kannski 6 og svo 9, þú veist. Og hérna hvora kinn. Það verið fallegt. Þú veist, fuck it, gera maður þegar við erum orðnir 69 ára. Ég held að þið mun ekki ná 69 ára, sko. Nei. Maður er svo brútali honest. Ég held að Ingi, þú ert ekki að fara mikið fyrir 40, sko. Ég sé Tómas svona 47 myndi ég gefa honum. Hæ? Tómi, nei, hann er beigilega orðin gamalt kall. Hann gefur svona Goldman vibes. Ég líka, sko. Ég er svona fræðmaður, ég verður svona skrifa ykkur bækur þegar hann 70. Þú ert svo mikið rockstjarna. Þú munt fara í bara, þú ert bara svona 27. Nei, ég er að fokka. 27? Það er ekki fullt af fræðu fólk sem deyr 27 ára, Kurt Cobain og We're making it past 21. Hafa gert það? Jú, það verður skellur We ain't making it past 21. Nei, hver er það syngur þetta? Þetta er Juice WRLD. Já, hvað var hann gamall þá? Hann var 20, hann er 20 eða 21, sko. Nei. Hann sagði, X. Var hann svona? Hann var ekki svona ungur. X var 21, já. Já, X singlaði Juice WRLD. Hæ? Hann dó 21 eða 20, ég er að segja, sko. Er hann, what? Er hann 2000 og eitthvað? Það er crazy. Heyrðu, jú, það er rétt. Jep. Hann var 21. Nei. Hann var 9 og 20. Að ég segi ykkur sem er crazy. Hann gerði þetta lag út af Lil Peep dó og X dó og þeir voru held ég báðir ekki yfir 21 og hann gerði þetta lag og sagði We ain't making it past 21 svo deyr hann 21. Shit, what the fuck, ég vissi þetta ekki. What? Hvað var hann þá bara að gera Lucid Dreams þegar hann var 15? Já, hann lítur miklu eldur út þegar hann 18, 19 Lil Peep var líka 21, já, vorstu að segja hann, já. Og X líka, það er crazy, X líka. Pældi hvað ungir eru yngri en ég. Goddammit, maður, þetta er smá svona það er crazy. Reality check. Ég er að segja, ef að Juice WRLD væri ennþá á lífi, hann væri stærsti artist. Það varstu með Juice WRLD bara to live, sko. Hann er stærst á Íslandi. Það er enginn sem hlustar meira á Juice WRLD en hann. Það er ekki séns. Enginn á Íslandi allavega. Hann er með the world record. Var þetta liður? Þetta var liður. Þetta var skemmtilegt. Þetta var, ég veit ekki, þetta er smá. Það gaman að kíkja farið þetta. Þetta var mjög skemmtilegt, sko. Og bara ef eitthvað sem ég nefndi er að hlusta, bara endilega að fara að skoða þetta. Ég var til í að sjá með þetta. Já, hvort það Óla, já. Ég senda á einhvers eftir, ég var ekki að henda okkur í FaceTime þetta. Henda okkur í FaceTime. Ég held að þegar ég verð svona, ég verð svona 78 ára gamall. Það var alltaf að segja bara fuck it. Það var að segja bara fuck it. Fá bara 69 á fucking kinnina, já, maður enga tapa. Ég hugsa þetta líka, þegar ég er svona 50-60 kannski, þá ætlaði ég flúrum alveg vel, sko. Já, ég er alveg svona aðeins, ég er svona smá hlýtraður, ég er með 2 tattoo núna, sko, froska á kalanum, dreg á bakinu, type shit. Og þannig að ég er búin að ákveða, ég ætla að fá mér í mæ núna líklegast, þá ætla að fá mér eitthvað á þessu stað, eða á lærið eitthvað. Þú ert að halda dýrakonsertin. Já, kannski, dregi á gíraffa. Já, fuck it, já. Það er ekki? Já. Snæper út á parkur. Sniper, Scorpion og King Kong þessi 3 logo shit, King Kong Górillu, Scorpion og svo Byssun og Sniper þetta er gott. Scorpion var alveg nett en það er alveg að fyndi ég fattaði ekki fyrir að ég var búið með næsta tattoo þetta var bæði einhver dýr, dreki og froskur mjög svipi svo hugsaði ég það fá sér flestir einhvern veginn þegar maður hugsa tattoo, mér langar ekki meiri dýri, mér langar snákur fokkin nett, sportur ekki fokkin nett, það er svo mikið nettum dýra tattoo, örn eða eitthvað skilur. Ég er búinn að segja, ég ætla að fá mér tattoo þess ári.
Þú varst að segja í fyrsta þætti held ég ætla að fá mér hér, slíf. Já, þú ætla að fá það. Það er að fá slíf? Nei, stattu keppa þessu stað, sko. Já, en hvað ætti ég að fá mér? Ætti ég að fá mér bara frosk eða eitthvað? Bara eins og þú? Já, fucking fáið frosk líka, já. Ég veist, já. Ef þið eru með eitthvað stöff með að tattu, já, það er svo gaman að það er engin betur til að fara tattu, sko. Já, hafið ekki séð svona fugl? Svona, ég veit ekki, dúfu, ekki dúfu, Nei, örn. Þetta er einhver lítill fugl, skilur við. Þetta fótboltamaðurinn Antoni, sem var í Man U, hann með svona. Antoni Martial? Nei, Antoni bara. Brasilíski. Hann með svona, þetta er fucking nett, sko. En þegar þú gerir svona ekki, þá allt í fyrir að hugsa, þú myndir alveg púla fucking hálstatú. Þú ert smá, þú og Lil Peep eru smá líkir. Þú gæti verið svona emo rappari. Hann með lukkið, sér það ekki? Ég sé alveg fyrir mér svona grills fullt af ég ekki grínast, sko. Þú getur leikið þannig karakter, sko. Þú var svona, já, ég vil fucking deyja, eitthvað svona. Þannig að það ekki fættar ekki sem ég að tala um þetta. Þú getur alveg leikið, þú getur verið góð rappari, svona emo rappari. Mér er það bara núna. Þú ert í all black og með smá hár yfir augun smá. Já, ég fíla aldrei að hafa stutt hár, sko. Ég get ekki stutt hár. Nei. Ég verð að hafa eitthvað smá. En allavega, já, hálstatú, ég held að það sé no-go, sko. Necktie. Já, pabbi, hann sagði, hann vill ekkert hálstatú eða eitthvað svona. En bara tattoo yfir höfuð. Vill hann ekki að fá tattoo og bara geta ekki spila? Langar þér tattoo einhvern veginn? Myndir þú vilja fá þér? Ég veit ekki, það kemur svona tímabil og ég ætla að fá mig tattoo. Stemning að fá sér eitt, ég segi þetta. Ég pæla ekkert í mínum, sko, þú veist. Sko, pabbi fekk sér sitt fyrsta tattoo þegar hann var held ég 15-16 eða eitthvað. Hann fekk sér TRU, True, bara á magan. Risa tattoo, hann er ennþá með í dag. Þetta er gengið svona. Það var eitthvað hood shit, sko, back in the day, True. Og já, það var eitthvað klíka sem hann var í, nei, ég veit ekki. En mér finnst þetta fucking nett tattoo. Þú veist, hann fekk þetta þegar hann var 15-16. Ég var ekkert á móti að fá bara fucking eitthvað True, bara maður. Já, þetta er cool. Það er samt alveg mjög svona, hvað sem er. Það er alveg, þú veist, ákvörðun sem að, skilur, það er alveg stórt, skilur. Ég er náttúrulega partur af gengi, sko. Ekki, GSM er náttúrulega aðalgengi sem er. SP, Sixpence Elitan. What? Það er gengi sem er partur af ángriðs, sko. Bara við nábærum við kvöldum okkur Sixpence Elitan. Það er svona smá. SP, við erum alveg að pæla hvað við erum tattoo SP. Það er smá eins og eitthvað svona mob. Já, það er mob shit, sko. Sixpence eru... Við kalla bara vinahópinn SP. Snapchat-grúpan heitir SPE. Sixpence Elitan, þetta er skamstun. Sixpence Elitan. Það með Sixpence ákveð þú hittumst. Og Vindil og... Já, Vindil og eitthvað shit, sko. Já. Sixpence og Vindil, það er eiginlega ekki... Sjálf það SP, sko. Nei, þannig að, alright, herru, við ekki henda okkur í þriðja liðin? Þú, ég hafa komað þér engin. Já, farið með. Það top 3, förum top 3. Top 3, ok. Já. Eru tilbúinir? Já, fuck, gerum shit. Ég peppar í það. Kemur þetta. Top 3 senast, það er mjög gaman. Þetta er top 3. Byrju, þetta er... Veitu, slaka á. Þetta er top 3. Hey! Smá anticlimactic. Top 3 YouTuberar. Ok, this takes me back, sko. Þetta er góð. Sko, ég er strax komið á að byrja. Ég er strax komið með, sko, því að uppáhalds-youtuberinn minn of all time, en ég er ekki lengur vendarlega, ég er bara hættu líka. En ég var bara super fan á honum, back in the day. Ég hef sagt ykkur þetta. Ræskum, ég set hann nummer 1. Ræskum var bara, ég veit ekki, hann náði bara svo mikið til mín. Ég bara elska Ræskum, bara allt sem að gefa þessi, líka, ég byrja að horfa á hann áður en að diss track battlum byrjuði þegar hann var með hann Logan og KSI og Alice Violet og eitthvað. Ég var að fylgjast með því öllu, sjáðu það dæmi, mér finnst God Church ennþá vera bara gott lag. Hann er með fullt góð lög, hann var góð rapping. Hann ekki, hann var alltaf verið að segja, þegar hann og KSI voru á bífa, eitthvað 2020 eða eitthvað, þá var hann að segja bara, KSI sagði að hann skrifaði ekki neitt á lögunum, hann er með eitthvað ghostwriter. Ég veit að hann er uppáhaldsýtum mér, en hann var uppáhaldsýtum mér, en ég áttum þess alveg í dag, hann er alveg fáið um, gerði það, en hann var samt alveg fyndinn, sko. Þannig að one kill, one strip, það var væntanlega þitt uppáhalds. Þið voru að horfa á þetta, þið voru glæðir. Pyrrandið er að gæla hann eitthvað, I gotta kill. Tekur af, þú veist, eyrnalokk bara, heyri, það er ekki föt. Já, þið voru pyrrað, já, þið sögum mér, þið voru alltaf að horfa eitthvað stripp dæmi, sko, þið voru við vorum að horfa á þarna, hvað var þetta, eitthvað svona riss, það byrst svona riss,
Þetta var eitthvað svona gæi, já, sem var eitthvað að kissa eitthvað stelpur á Já, ég var alltaf að horfa eitthvað svona kissing Hvað hét það? Það hétt Margréti Perrar í grunninn Já, það var bara ungir og græðir bara Málið ok, já, Ræskjum nr. 1 ég að hugsa svona, ég svona farið yfir þetta, þú veist, jú, ég sko fleiri sem voru þarna, sko, málið ég horfði mikið, náttúrulega, ég held að bara svona sem poppar upp í hugan, jú, Road to Shaw, ég verð að henda hann, ég veist hann alltaf fyndinn, sko, hann geggjaður, sko, ég veit að þið fíla hann líka, ekki? Ég myndi segja Ræskjum 1, Road to Shaw 2, hvað nummer 3? Ég horfði náttúrulega mikið á YouTube back in the day, einhverjum gamer YouTuber, jú, ég var mikið að horfa á eitthvað svona Clash Royale einu sinni og eitthvað. What? Og eitthvað kót og eitthvað. Shit. Ég er að hafa svona ólíkt, þú veist, Ræskjum, jú, Road to Shaw, ég ætla að segja fokkit muni eftir Drama Alert. Já, varstu að horfa á hann? Ég var að horfa á það, ég horfði á það Keemstar, ekki? Já, Keemstar. Ég ætla ekki að segja uppáhalds YouTube en jú, ég verð svona eiginlega Er hann ekki fucking washed Ég horfði fokkið mikið á hann er líka algjör fáið, þetta er allt fáið en ég maður þetta Road to Shaw Ég set Ræskjum, Road to Shaw og Drama Alert þannig að Keemstar, fokk ég verð fleimaði fyrir þetta fólki sko Ok, ég þarf að byrja að setja David Dobrik hana Hann er king of the vlogs bla bla Já, ok, og svo er hann samt ekki smá cringe, sorry Jú, það er væntanlega smá Þegar maður horfir á það tilbaka, ég veit ekki vídeóin eru góð einhvern veginn en svo maður fær stundum nóg þegar þeir eru alltaf að einhverju jóki, þetta er ekki svona fyndið, skilur við? Já, þetta er ógeðslega yktekað, þetta er bara svo YouTube skiptir okkar sko. Þetta er samt bara svo fyndið og bara, þú veist, allir þessi hópur og bla 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 Talandum YouTuber, já, allt líka Já, ég er samanlega, það er svona þar og þar sem er fyndið, svona eitthvað Jason eða eitthvað Hendry eitthvað fyndið eða eitthvað bara stutt og stutt en bara stutt á bara smá örstutt sko við höfum talað um það pæli bara off air pæli hvað er gaman við værum bara núna bara eitthvað LA bara værum bara eitthvað YouTuberar bara 2016 YouTuberar værum bara eitthvað í einhverjum mannsjóni bara alltaf að gera eitthvað ball we bought 10,000 eitthvað svona litaða bolta ég sé alltaf fyrir mig að lita trampolín challenge eitthvað maður vakna bara mótnana bara sól við erum að gera eitthvað challenge bara alltaf vlogga alla dag við erum bara með eitthvað kamera lið með okkur eitthvað þetta var alltaf draumir sko we bought 10,000 Orbeez væri ekki langt til í þetta ég meina þetta var draumur þegar maður var í það var alveg fyndið sko ég myndi gera þetta tilbæð, ég myndi alltaf fá bara tölvast morgun why do YouTube become YouTuber vloggers love your stuff, myndir ekki segja á þessu bara í smá tíma í smá tíma þegar ég bjó í New York ég var bara fyrsta mánuð þá fór ég strax að hugsa eitthvað starri ok, ég gaman New York geggja en ég ætla til að vera fuck it, á ég bara flytið til LA og reyna að meika sem eitthvað svona YouTuber og joina eitthvað svona Team 10 dæmi og eitthvað ég ángurst, ég var alveglega íhugað sko. Það er rosalegt maður fuck ég mögulega einn daginn gerir maður ég var til að prófa þetta í smá tíma fuck it maður þeir búið allir í menn skilust, bara what the fuck frá fucking YouTube sko. Þetta er ég segi gerum þetta já, og svo hérna, nummer 2 hann er eiginlega streamer en hann er samt að posta á YouTube þetta er hérna Blackboy Max ég veit ekki hvort ég veit Blackboy Max Blackboy Max hann er svona hver er þetta? Hann hérna gerir streams og hérna hann fær sem sagt artista til að taka upp lög á streamunum hann hefur verið hérna sem sagt hann hefur verið nominated for a Grammy líka hann er bara alveg líka bara hann er bara að gefa út inn á tónlist sjálfur svona og hérna svo er það nummer 3 hann heitir Nick Narsina ég er bara mjög YouTube Nick Narsina miðist hann er svona fret svona fyrir svona fret parties dog, come on er alltaf shotgun eitthvað bjór og eitthvað miðist það vera mjög entertaining ég þarf að checka þessu, ég er að fíla frat boys ég fór alltaf í frat boys svo sögurrætt var hann í New York eða í Indiana miðist það mjög skemmtileg já ok, þetta er góð listi hvað segir þú þá? Það er David Dobrik nummer 1 King of the Vlogs svo var það hérna Nick Narsina, hver á nummer 2 Blackboy Max, já ok, skemmtilegt, ekki gott með sko, ég myndi segja nummer 1 PewDiePie nei nummer 1 væri bara Sidemen jú, það er en ég smáleir, ég horfi eða ekkert mikið á YouTube Nei, þú sagði við ekki daginn og horfið bara á YouTube og horfið ekki sjónvarps Nei, sko, ég horf alveg á YouTube en það bara er svo mismið, ég horf ekkert alltaf á einhvern einn gæja, skiljum mig Ég horfið stundum á bara eitthvað kjaftaði Sidemen nummer 1 myndi ég segja og svo myndi ég glemdi David Dobrik, sko Ég myndi segja Þú varst hérna biggest fan, sko Allan, fyrir svona 5 árum eða eitthvað David Dobrik 2 Road to Shaw 3 þetta er Sidemen 1 Nei, hvað sagði Sidemen 1 Þetta er ekki Road to Shaw, þú múst að þetta Sidemen
Má ég ekki gera það? Já, reyndur Já, hann ok, er í Sidemen en, þú veist, Sidemen 1. Hvað með eitthvað annað? Anna, David Dobrik 2, KSI 3. Hann er líka í Sidemen, þú mátt Já, ekki nei, skæja en í það- reðlum Sidemen inn í. Nei, hann er postað. Nei, Ha? sett eitthvað, hvað með eitthvað annað? Þú Ok, byrju. Ok. Sidemen, David Dobrik. tróð öllu Sidemen bara, allir Side- top 3 bara. Sidemen, eða? Sidemen nummer 1. Bruh. David Dobrik 2. Svo myndi ég segja hann að gauðra með stæla bara. Já, ok. Já, let's þeir eru go. ekki, you fuck it. Þeir eru fucking nice, sko. Þeir eru Já, fucking kongar, sko. maður. Já. Sjá þetta gauður með stæla. Alright, herðu, já, ok, Herðu. þá er YouTubers komið, það var skemmtilegt. Mjög skemmtilegt. Next. Top 3. Mhm. Top 3 hvað sem matur. Top 3 matur. Bara foods, Já, bara top 3 food. matur. Bara, ertu það Ok. svona máltíðir eða bara svona einhver, má vera hvað sem er, einhver tegund af mat? Er þetta bara svona uppáhaldsmaturinn okkar? Bara Já, segjum top bara- 3 listi. Nummer 1, hamburgari. Já, Og 2, já, pizza, skilur mig. Sko, ég held að, ok, ég Ég er skal bara byrja strax með aftur, þetta, sko. Ok, nei, þú skal byrja, þú ert náttúrulega 190 kíló og sérfræðingur í mat, sko, Tommi bara, þú veist, matur og Tommi Já, bara reyndar. er megasens, Hann sko. borðar á svona 15 minúta fresti líka. Já, ok. Það er, nummer 1, það er alltaf að fara að vera pizza. Ok, Þetta er fucking sveitt svar en það er bara staðan. Pizza nummer 1. já. Þú varst með svona Eitt, máltíð sem hann gerir alltaf, hvað heitir það? Tortilla pizza. Já, tortilla, Já. svo pizzasósa, Jesus ostur Já. Jesus og pepperoni og pizzakrydd. Rétt. Ég er mitt Það er- hemmt eftir hún með það var alveg good shit, sko. Exactly, I put people on, það er bara það sem ég geri. Allan með mat. Nummer 2, ég þarf að setja sushi. Ok. Með sushi, ekkert Þetta er eðlilega vinsælt í, ég veit ekki hvað er það, alltaf þegar spurt einhvern góður upp á smatur, það er einhvern veginn alltaf sushi einhvers staðar. Hamburgari, sushi, pizza, þetta er alltaf, já, þetta er alltaf sama. Já. Og síðasta, það er bara gamla góða nautalundin. Aha. Já, Nautalund. já, Ok. það er bara naut, skilur, bara Já, kjöt. það er alveg Nudd. gullu gott, sko, bernes, sko. Já, samla. Sko, máli er, ég ætla að vera smá spicy og ég ætla að setja, sko, þegar ég bara, mér finnst það bara út af máli, ég þannig þegar ég kemur mat, ég elska, alltaf þegar ég borða, þegar ég sé þetta, ég þarf alltaf að tróða gett miklu upp í mig einu, því að ég þarf að fá alla bragðlaugana í máltíðinni í einu. Ég mega ekki borða hambúrgara síðan eins og Tommi, hann er siðblind þessi vinnu minn. Hann borðar, þegar hann köpur sér hambúrgara á franskar, þá borðar hann franskar fyrst eða ekki. Það fer í töðunar á mér. Borðar, já, Það gera líka margir þetta. Já, ég veit Hvað það, er eða það? sumir borða fyrst hambúrgarna og svo alla franskar, þetta er galið. You're saving the best for last, strákar. Þetta er ekki flókið. Svo klára franskarnar, svo allt í náttúrulega að fá þér hambúrgarnar, þá eru hambúrgarnar ískaldur, skilur. Þetta er Nei. galið. Tekur eitt bita hambúrgarnar, tekur 3 franskar, búm, skilur. Ég er enga stund með þessa franskar, maður. Ég held það sem ég geri, allar máltíðir, líka bara að það er með mikið af meðlæti, ég þarf að borða matinn og allt meðlæti í einum bita, ég þarf að fá teist af öllu. Færðu þá 3 franskar og bita burger? Já. Bita, ertu að taka bita af hambúrgarnum, eða ertu að taka á sama tíma, út með kannski 3 franskar Já. og hambúrgarnar? Nei, ég tek bita strax í franskarnar, bara strax, ég Já, þarf að tyggja já. þetta saman, Ég frá tek alla þetta- bræðlugur í já. einu. Já, Fólk já. kannski tengi við þetta, vonandi einhver sem að tengi við þetta, en máli, þess vegna er ég að segja að númer 1 hjá mér, númer 1 er indverskur matur. Svona annarkvort, já, svona tikka masala bara. Ok. Vel gert tikka masala, mjög bragðgótt, með nanbrauð og hrísgrjónum. Þetta er bara, þetta fullkomnar bragðleikuna. Sko, þetta er, þú veist, Það er gott, þetta ertu með, sko, þetta er eitthvað smá holt, skilur, þetta ertu með kjúklingur, með það er sérstaklega þegar þetta er mjög blautt. Já, Já, þegar þetta er mjög blautt, þá, þú veist, hann að svona Já, fílar þetta blautt. Já, ég fílar þetta blautt, sko, mjög blautt. Og hann að, já, þegar þetta er mjög blautt, þá, sko, kjúklingur, þetta er ekki sósan, maður borðar hrísgrjón með þessu, svo mjög mikið að rífa nanbrauði. Ég ríða svona, og í gott nanbrauð er bara geðveikt. Rífa og nota Þetta er bara hinn skeið. perfekt, þetta er hinn fullkomnum máltíð, þannig ég set hana reitt. Jú, þetta er respect. Pizza verður að vera einhvers staðar, en ég set hana mættilega með 2. Þegar maður er mjög svangur, við hefum oft gert það þegar maður klippa hérna í áskrifstofunni, þá pöntu okkur pizzu eitthvað svona 1 eða eitthvað, sækjum hann í skeifunni, kom með hann hingað og þetta er oft, Tommi byrjar að banna mér og Inga að pöntu okkur pizzu í dóminu. Já, við svona, Við krassjum alltaf eftir hana og við bara slátrum Pizza heitu crash. pizzu og bara erum bara svona óvinnuhæfur eftir Það er bara eins og þið höndli og ekki pizzuna. prumpum líka endalist þetta. Já, guðmur. Þetta er það chili í henni. Já, þú pantar alltaf bara eitthvað super hot chili flaming hot pizza, sko. Super explosion hot. Já, þetta, reyna að klippa. Það er fuck, ég er bara fucking búinn, sko. Já, ég er tæpur, þetta er eins og, það er sem ekki álega á tæpur, líka var að borða pítsu, sko. Ég varst ekki einu svona að borða, þú tókst bita af pítsinu og svo byrjar að slefa. Já, ekki að dreifa þessi.
Við bara höndlið Það er einhverja gælur að núti vilja á áhuga kallinu að vita þessi slefandir ég bara pítsu Þessi skemmt, gerðsannlega rústa, við tökum þetta út hérna Steindi alltaf að slefa sko. Nei, sko málið já, ég set pítsunum 2, það er eins ef maður er svangur, glórhungri, þetta er ekki betur en bara sjóðandi heit pítsa, sko og helst Dominós, sko Númer 3 Sko, fyrsta sem hoppar upp er lasagna hennar mömmu þannig ég set bara lasagna hennar mömmu Reynda að sjá að pappi gerir sturglulega Já, pappi henni geggja Takk Hvernig gerir mamma þín lasagna? Ég veit það ekki, hún bara gerir geggja lasagna sko. Og bara þegar nýkom á opnum sumvölu meina lasagna sé betra daginn eftir ég er ósammála því, þetta er bara nýtt og ferskt smá salat með, En hún með eitthvað svona signature move? Jú, hún býr til eitthvað svona hvíta sós eða það er held ég ekkert signature, en hún gerir eitthvað svo setur eitthvað svona Ég veit það ekki, hvíta sós Ég er bara að byrja að vera songur Já, ef þú ekki pantu ykkur dómur og setja Ég getum við ekki gert það Come on En já, það var Tommi, það sem að við sem Tommi Við erum ekki að fara að klippa Jú, ég reyndi að fara að klippa í vídeo Hendum við pizza eftir það, ég til það Herru, hérna, já, frá mér top 3 matur Ég myndi segja hérna Það er bara burger Burger nummer 1 Þú elskar burgers Classic Ég er burger yfir pizza, sko, ég verð að segja En pizza er samt góð, sko En ég myndi velja burger The meat Sloppy meat fullkomin Svo tengi ekki líka við þetta stundum er ég í stuði fyrir burger og stundum pítsu þeir eru mjög svangir, þeir eru velja fattu hvað meina og ég lend oft í þessu með krónískan valkvíða eins og ég er búin að kannski tala mjög mikið valkvíða ég get aldrei val og veitingastöðum mér þegar það fara með mér í hagköp eða martröð ég lappa bara alla búðina bara í einhverju rugli sko þið þurft að hjálpa mér Tommi að koma hvað með þetta Tommi þetta komið nokkar tillögur þetta ég nei hvað með þetta nei Ingi var bara búinn að fara út þegar ég er alltaf poppana ekki á ég fá mig karamellu poppi ég er líka svo skrítin sko ég þarf að velja ég þurf mikilvægt að vlogga heila hagkauppsæti þetta er bara ég hef lókið gert það einu sinni á kamerunum minni sko ég segi við hendum einhvern veginn í eitthvað live ágjörum að stæla við hendum bara í live þannig að kommentið endilega ef við viljum sjá það en eða fyrir live þú veist við erum alltaf meira followers og sketsikar Inga hvað við erum live á sama tíma og sketsikar Inga ég get ekki fara á Inga út af að ég var bannaður ég hef aldrei farið live á sketsikar Kann ég fyrir live núna á sketsikirinu og spoila þættinu fyrir það þeir fá live þátt Nei, kannski gerum það einhvern tíma sant? Bara byrjum þáttinu og erum bara með síman Já, veist, ángríns Já, þá erum við live fyrir þeim og live fyrir En samt, þú vilt ekki vita okkur Ingi band, sko Ok, bruh Hvað gerir þetta? Ég var bara á band út af Ágættu band Ég var bara á band út af ég var of ungur, sko Það var ekki á staðan Já, hvað var það? Já, þú er bara búinn Já, hamburgeri Hamburgeri nummer 1 Pizza 2 Nei Hamburgeri, veistu hvað, ég ætla bara að segja þetta Þótt þetta er líkt Þetta er brilljum Nei, segðu það, ég ætla að segja Ok, byrju, ok ég veist, nei, ok, ég ætla að segja þetta Hamburgeri nummer 1 Kjúklingavangir nummer 2 Ég ætla að segja kjúklingaborgari Það er gott sjálf Just winging it Já, ég hef ekki fengið með það í smá tíma en ég verð að spin back, sko Þú ert svona mjög, allir matur líka góð þegar maður er svangur Ég held að það er maður svangur, já, maður er góðið vangir Just winging it er líka, það er ógeðslega sveitt en ógeðslega gott En já, nummer 3 var bara pizza þá Þannig, hamburgari 1 kjúklingavangi 2 og 3 pizza Já, ok, þetta er bara solid list Hvaða bragð fáið þið ykkur á Just Winging It? Louisiana butter and garlic Sticky stepsis eða eitthvað Nei, byrju, það er ekki En að sticky eitthvað sticky stepsis extra vagina eitthvað Heiti ekki allir bröðin hann? Jú, þetta er allt eitthvað skýtum bröð Já, heitir eitthvað sticky ekki Já, nei, ég fæ mér þetta ekki það Ég fæ mér eitthvað svona eitthvað kahún eitthvað kjæta Það tók mér svona smá tíma að finna rétta bragðið, sko Já Ég fann það bara strax, sko Þú ert líka Tommi borða líka hvað sem er Svo matur bara er eitthvað svona Að hlusta Tomma tala mat líka er bara svo gaman Það er með svo skrítið, með svo skemmtilegt relationship við mat, sko Ég er samt þetta komin upp í 100 kíló, sko Það er fransinn að breyta því 190 kíló Þetta er smá skemmtilegt Ok, þetta var top 3 Top 3 lönd sem þið hafið farið til
reyndar Já, sko málega, ég er náttúrulega montum smá, ég hef komið held í til 30 landa eitthvað, ég fór í Asíu-reisu þegar ég var þarna 19 ára, sko, ég svolítið sagt var því hérna, tjekkja því reistu betur á TikTok. Sko, já, ég get svarað þessi, ég myndi segja Japan nummer 1 og stundum staðreynd, ég er að fara til Japan núna í maí. Já, mitt. Já, þannig ég fór aftur til Japans, ég fór til Japans 2023 þegar ég fór hann í Asíu-reisu. Það er draumalandið. Það er geðveikt land, þess vegna er maður líka að fara þarna, þetta er svo ógeðslega uník land, þetta var eins og fara til framtíðarinnar. Það var eins og verið framtíðan verið í Japan, bara allt ógeðslega klín, bara svona óþægilega hreint á götunum, fólki alltaf ógeðslega nett einhvern veginn og bara svona lestir og bara alltaf ógeðslega flott einhvern veginn, þetta var bara svo verið einhverjum rugg, þetta var ógeðslega, allur maturinn geggjar einhvern veginn, allar svona litlar búðir svona 7-Eleven og Family Mart hérna, litlar sjoppur, allir matur þar var svo mikil gæði og svo góður, við vorum bara hingum í þónum, þyngdist 7 kíló þegar ég var þarna. Ég þarf eiginlega að koma með þér. Já, við þurfum að taka tripana. Ég myndi segja Japan undirbúst nummer 1, já. Taka þátt upp í Japan bara, fokk, það er rosalegt, sko. En já, ég myndi segja, Japan 1, sko, á maður var hinskilin, þú veist, ég verði að segja að þetta er náttúrulega my second home, ég bjó í Bandaríkjunum, bjó í New York. Ég kom loksins til Bandaríkjanna og þetta er náttúrulega bara, það er bara veisluland, það er svo mikið stemning hérna. Eitthvað stemmingsfólk, eða ekki? Já. Sérstaklega New York, sko, það er mjög skemmtilegt. Ég kom til New York, Florida, LA og eitthvað, Boston og eitthvað, og þetta er bara svo mikið að frétta þarna eitthvað, þannig ég set Bandaríkjunum nummer 2, bara fuck it, þannig að ég segi second home, sko. Gæinn sem er montað sem hann er búið í útlöndum og vill meina þessi, ég er ekki þannig gæði. Þannig, svo set ég eitthvað sem meira exakt á löndum líka sem ég fór til, þú veist, ég myndi segja bara, þú veist, ég var mikil fan af Vietnam þegar ég fór það líka, þannig ég svo Asíu-reisu, sko. Það var mjög oft, ég fór þrætti mig alveg upp Vietnam, fór eitthvað svona. Maður heyrir aldrei neitt slæmt þessi, asísku lönd. Nei, það var algjör fokkin falleg náttúra, þetta var geðveikt, geggjaður matur, þetta svona ógeðslega cool bara land, einhvern veginn. Það er líka sem ég draumar að fara að sjá China Wall, Wall of China. Já, bara Kínamúrinn. Mér langar að taka bara hlaup þar, ég langar að hlaupa bara 5 km. Er þetta samt ekki langt? Nei, ég er líka að hlaupa alla múrin. 7000 okkar kílómetrar, hann er heilig hvernig fucking stór. Ég held hann sé meir en helmingi lengri en jörðin. Hann er eitthvað galinn. Ekki jörðin, hvað meina? Lengri en jörðin? Nei, þú veist, The Circle, skilur mig, hann er mjög langur. Chat, klippið þetta. Helmingi lengri en jörðin. Nei, þú veist, helmingurinn á jörðinni, hann er jafn langur og það. Nei, ekki. Sko, hann er meira en ég held 21.000 kílómetrar. Já, ok, tjekki núna hvað jörðin er löng. Pæli hvað er langt. Hvað er það? Jörðin er það misbreið, skilur við. Breiðast í miðjunni. Já, þú veist, hvað, ég er að gleyma hvað það heitir. Hvað ég segi, miðbaugurinn. Já, miðbaugurinn. En hvað ég skil, how long is the Great Wall of China compared to Earth? Já, gerðu það. Compared, stundur það, já. Ég held að ég sé ekki byrja, sko. More than half the length of Earth's equator. Já, wow. Já, equatorinn, þetta er alltaf þetta þú skilur frá hnettinum, nefnir equator. Hvað þýðir það áttur? Bara miðju, skilur miðjörð, skilur. Já. Þetta er það sem ég var að segja. Já, þetta er rétt, já, ok. Shit, man, ok. Þetta er þetta galið. Fucking. Jú, þetta er frá, skilur, miðjuna á jörðinni. Þetta er ekki það, equator, skilur. Já. Inn í jörðinni, jörðin er kúla, skilur, inn í jörðinni. Hvað er mikið distance frá? Út til, skilur. Hérna, ding til, punktum til hérna. Það er 40, breiddin á jörðinni er 40.000 kilometrar, hann er 20.000. 20.000, við tekum 1 kilometrar langur. 20.000 þannig. Hvað tók langan tíma að byggja þetta? Þetta er enda ótrúlega. Ég hef hlupið 5 kilometra, skilur. Það var fucking langt, sko. Og tók mig bara klukktíma eða eitthvað. Og þetta var 24.000 kilometrar. 22.000. Það er crazy, sko. 22.000 kilometrar. En þetta náttúrulega er eins og snákur, þetta er, skilur, þetta er út um allt, sko. Wall of China, how long did it take? Það tók... Þetta er auðvitað 10.000 ára. Bota 2.000 til 2.500 ár. Að byggja? Já. God damn. Spanning from the 7th century BC before Christ through the Ming dynasty sem var svona 1300 og 1600. Þetta var bara 2.000. Okkur stoppur ekki. Það er ekki það bara, það er svo þannig einhverja fyrir hvað er þetta? Það var til að stoppa ykkur, ég held að þetta var til að stoppa ykkur árásir í gegn félagstur í samfélagsfræði 8. bekk Great Wall of China. Þannig að þetta var til að stoppa árásir frá Mongóli sem er landandi fyrir norðan Kína. Já. En ég skil ekki, 2000, okkur var þetta aldrei stoppa. En
galið, sko. Já, Unnar, hvað voru löndin? Já, það þá, við erum með lið. Ok, þetta var Japan, Bandaríkin, Vietnam, skemmtileg listi, top 3. Já, nice. Ok, ég hef ekki farið, ég hef örugglega farið til 10 landa, nei, minni, 8 landa eða eitthvað. Já, ég a goddamn amateur. En ég myndi setja Amsterdam þarna, ég hef farið til Amsterdam. Það ekki land. Nei, Það ekki land. Hollands þá. Já. Veist, ég bara segja, ég farið til Amsterdam. Ég fatt að hvað Nei, ég er Tom út með klár, Inger eins og Nei, ég var að hugsa Luxemburg eitthvað. Það land, sko. Já, þannig, já. Amsterdam alltaf í hana Hollandi. Hvað varst að gera næst það? Holland í... Já, betur hvað, varst það að fara eitthvað svo? Ég fór hana þegar ég var 10 ára. 10 ára, já, ok. Red light? Nei, ég kannski hefði gert það, ég hefði vitað hvað. En, ok, Nei, Amsterdam núna. Svo þarf ég að segja Frakkland út að það var hérna 2016, það var EM. Já. Og ég fór á Ísland, Frakkland. Það var ógeðslega gaman og hérna, já, mjög samt, þetta er mjög uník land. Fór á the Eiffel Tower, það var líka cool. Ég hef komið að það líka. Og hérna, ok, þriðja landið, ok, ég vil segja Florida. Það heldur ekki land. Bandaríkin. Ég skil, þetta er bara að treyja það. Já, ok. Ég er búinn að fara að hætti 2-3 ára eitthvað. Mjög næs. Reyndar, honorable mention, Nassau, hérna karabíska, það er karabíska eyja. Já, það hefur fætt í þú fórst daginn. Já, ég fór á, þetta var í október, september. Ég fór á svona 30 daga cruise. Það var ógeðslega gaman. Fórst í 30 daga? Já, þetta voru ykkur 20 og eitthvað dagar, já. Býtu, voru við ekki að taka upp sketsa á þessum tíma? Jú. Nei, býtu. Já. Eða var þetta kannski rétt áður við byrjum að taka upp saman? Nei, þetta var í október. Það var í september. Við byrjum í september, sko. Jú, við tókum upp í september, jú. Var þetta milli? Já. Þetta var eftir það, sko. Já, ég man rámar eitthvað í þetta. Ég myndi að það var svo lengi. Það var einmitt, jú, ég var alveg mjög lengi. En já, ok. Þú segir, já, mólum lensum á karpi. En í heildina þetta, nummer 1? Holland, Frakkland, Bandaríkin. Ok. Skemmtilegulisti. Ég var að pæla, ég hef ekki farið til mörg lönd allan sem ég man eftir. Fá meira til einhver lönd þegar ég var yngri, sko. Sem ég man ekki eftir. Það er alltaf alltaf í blackoutið sem að fórst. Já. Ok, ég myndi segja Spán 1. Fór til ég held ég fór til Barcelona. Já, TN líka flokkar sem Spán, náttúrulega. Já, þannig TN telst ekki með það. Jú, TN flokkar sem Spán. Nei, já, betur, ætlar að setja TN í 2. Ég fór til Spánar, landið, ekki TN. Nei, það gott reitspeitt, segja TN sé land frekar líka. Ok, segja fyrir klubbuna. Já. Ég myndi segja Spán 1, Tenerife 2 og Mallorca 3. Já, þetta er allt reynd að sparta á Spáni, en já, þetta er fyrir klippuna, já, fákið þeir sem er að hlusta. Þetta er smá reitspeitt bara. Já, gott reitspeitt, já, við slum núna þykjast eins og við séum, já, byrju, já, ok, mjög skemmtilega listi. En af hverju velur Spán, Tenerife, Mallorca? Út að Spán, það var bara ógeðslega gaman, ég fór til Barcelona, held ég, ég veit það ekki, allan á chill, og svo Tenerife, það bara, the classic, menna, púlar upp þangað fyrir beint á McDonald's, skilur. Já, þú ert mikið McDonald's maður. Við ákveðum fyrst þetta að við ætlum að fara til Tenerife þessu árið. Já, það var ekki að taka þátt þar líka. Sem fyndi út að ég er að fara til Tenerife eftir 2 vikur. Já, þú fyrir það 2 vikur, já. Við ætlum að fá... Ég takk þátt án mín. Gestastjórnanda. Já. Og you'll see who it is. Já, samt kommenti. Já, hvernig ættu að fá sem gestastjórnanda þegar Tommi fyrir útlanda? Hver er það að joina með og Inga sem the third host? Herri, já, það er allan að það. Já, ok. Gekki það. Spán, TN, Mallorca, þetta. Hefurðu samt ekki farið til fleiri landa? Hefurðu bara farið til Spánar? Ég hef farið til Noregs, Danmörk, okkur sagði ekki það, Danmörk. Mér langar að fara til Danmörk. Ég held ég eini Íslendingur sem hefur ekki farið til Danmörk. Ég ætla að... eins og allir hafa farið. Þetta maður segja eitthvað neitt. Nei. Allan, já, ég hef farið til Noregs, Danmörk. Mér liði eins og sem að, já. Mér liði eins og sem að segja eitthvað leyndamál við að hlustendurnir, þeir eru með okkur í liði eitthvað svona. Þeir vita að við vorum að segja þetta fyrir klippuna, sko. Þannig að þið vitið sem vitið, þeir eru partur af þessu. Þannig að, ok, geggja, þá er top 3, er þetta meira í top 3? Já, ég með meira en ég hef að segja þetta gott bara. Nei, gott með það, við erum ekki draugur. Ok, ég ætla að segja top 3 bestu fótboltamenn of all
Oh shit. Wow, Svona, ég myndi segja, þetta er bestu uppáhalds. Má bara segja eitthvað mix. Bara hvað finnst ykkur, skilur við? Ég myndi segja, sko, ég er mjög nýs og svona skrýtna uppáhalds. Svona, já, sem að ég segi, sko, veitu eitthvað Julian Draxler er? Já. Fucking random. Hann er alltaf verið uppáhaldsminn einhvern veginn. Í PSG? Já, hann er í PSG, hann er þýska landsliðinu. Ég man bara HM 2014, þá var ég alltaf mikil fan af honum. Ég er bara búin að nafninu eiginlega. Þetta er bara eitthvað, bróðir minn sýndi mér eitthvað, ég var alltaf mikil fan af Julian Draxler, ógeðslega skrítið. Og svo var ég líka með eitthvað crush á Asensio, Marco Asensio, sem er Real Madrid, líka fucking random gæi. Veit ég hvað það er? Asensio. Ég kannast það nafni. 84 rated í FIFA 19. Hvað landir hann frá? Spænskur, var í Real Madrid, eitthvað kam, var bara eitthvað í nokkur ár eitthvað. Í Real Madrid? Já, hann var í Real Madrid. Marco Asensio. Ég held, já. Ógeðslega random tveir, en já, svo myndi ég segja bara fuck it, ég myndi segja Ronaldo. Ég er meira Ronaldo og Messi maður, sem er skrítið út, ég lág ekki, ég ætti að vera Messi maður. Ég held að vera Messi og þú átt Inter Miami. Já, ég segi Draxler, þetta er bara reitspitt. Draxler nr. 1, Marco Asensio 2, Ronaldo 3, fuck it. Já, ég fíla það. Ég er einmitt Messi maður. Þetta er bara uppáhaldsfótboltamenn. Þetta þarf ekki að vera, leið mér að segja þetta eins og það. Top 3 uppáhaldsfótboltamenn of all time. Ég ætla að segja bara Messi. Það er bara, ég er búinn að vera Messi maður all my life. All my life. Og svo ætla ég að segja þetta, einmitt, mjög nýskæða. Thiago Alcantara. Hann spilaði fyrir Liverpool og Bayern, Munich og Barcelona. Þú veist, hann er búinn að vera bara stærstu liðum of all time. Og hann er mjög tæknilega, bara mjög technically gifted. Hann er ógeðslega góður í að senda, dribbla, skjóta, bla bla bla. Allt þetta stöf. Þannig Thiago Alcantara í númer 2. Númer 3, fuck it, ég vil segja Sala. Bara fyrir þessi, bara það sem hann hefur gert fyrir Liverpool og mig. Ok, já, safe. Hann er fyrirmynd. Sko, ég er svipaður þú. Þegar ég var yngri, þá var ég alltaf svona random crush, já, bara eitthvað random gæi, skilur mig. Ég ætla að segja, út að sko, ég ætla bara að segja uppáhalds, ég ætla ekki að segja eitthvað svona besti, skilur mig. Nei. Ég ætla að segja Falcao, númer 1. Heyrðu, Ég var með feitt crush á hann, sko. Back in the day, sko. Var hann með sítt hár? Nei. Jú, hann var með sítt hár. Hann var ekki eins og fokkin nett nafn líka. Já, Falcao frá Kólumbíu, skilur. Já. Hann var ekki eins og eitthvað það góður fyrir mannjú. Vistu, fyrir að vera bara, oh my god, let's go. Hann var bara, já, ég veit ekki, ég var bara með fílan feitt, sko. Já, ég má manna þessu útliti, sko. Reyndar, hérna er hann, já. Þá þarf ég eiginlega að breyta, ég ætla að skipta út Messi og ég ætla að setja Mario Balotelli í staðinn fyrir hann. Já, hann er segið það, já. Já, hann er einmitt, hann er líka bara mest swaggy, hann er með fucking swag. Já, ég er swag. En já. Og hárið hans og allt. Já. Mario Balotelli, ef þú ert að hlusta, love you bro. Falcao, nummer 1. Ok. Svo myndi ég segja, nummer 2, Götze. Það er eins og Jan Draxler. Götze, fekk hann ekki gett mikið heit eitthvað. Hann fekk eitthvað sjúkdóm held ég, hann var það eitthvað viðkvæm bein. Það var mjög random, já. Sad story. Hann skoraði þetta mark fyrir Þýskaland og ég bara einhvern veginn, ég var bara eitthvað ammælisgjöf, ég bara, hei, maður fá Bayern München með Götze aftan á. Var Götze í Bayern München? Ég held að hann var í Dortmund. Hann var í Dortmund, sko. Já, en hann fór eftir World Cup fór hann í... Já, ok, hann var alltaf hann var fokkin eftir gæði, hann var svona smá... Já, veist, hann var... Mario Götze. Já, likeable gæði, sko. Ok, ég er. Nei, ég var að breyta. Hvað mennur þú? Nei. Pogba. Oh, shit. Setur hann ekki í 3, eða? Ertu með annan í 3? Já, ég með annan í 3. Já, ok. Pogba, ok. Pogba nummer 2. Hann er líka fokkin eftir, já. Þú ert alltaf mannjumæður, já. Muni eftir hárinn hans líka. Hann var alltaf með crazy hár. Já, hann er likeable gæði, hann er fokkin eftir, sko. Líka bara... Hann er ykkur að dansa og... Hann persónuleikinn hans líka. Alltaf eitthvað fyndinn og eitthvað. Hann er eitthvað störla góður. Við erum að tala um fótboll þessu podcast. Númer 3. Byrjum þetta á FIFA points. Númer 3. Það gaf hann. Ronaldo. Cristiano. Já, Cristiano Ronaldo. Ok, við erum saman þar, já. Hann er bara svo geggjaður eitthvað, já. Þetta er skemmtilegt. Þetta er mjög random listi, já. Falcao, Pogba og Ronaldo. Já, þú veist. Já, ég er eitthvað mjög best. Ef maður segir eitthvað bestu of all time, þá er alltaf frekar boring. Þetta er bara einhverju, það er allir með eitthvað svona tengsl við einhvern svona fótboltamann. Þú setur Mario Götze svona í 4 eiginlega. Já, Mario Götze 4, fuck it. Honorable mention, já. Ok. Herðu, þá liðið búið? Já.
Ég var að henda okkur núna bara í nýja liðin minn besta vinakeppnin. Fyrir mig. Þannig að núna þarf einn af ykkur að fara fram á gang meðan hinn að svara spurningum. Ég skal fara fram. Þannig að vonandi skilja þessu keppnina. Þú veist, Tommi Ingi núna fara að svara spurningum, ég spyr hann spurningar, hann svarar spurningum og svo fer hann fram og Tommi kemur inn, ég spyr hann sömu spurningar, svo komaði báður inn og þeir að giska hvað hinn sagði. Já. Þannig að þú þarf að fara fram, segir ég. Ég skal fara fram. Ingi byrjar, Búm, ok. Já, nei, Ingi, nú er það svolítið cozy hjá okkur. Nú er það bara við tveir. Hvað segir þið? Finally you can act like nerds, because Tommy isn't here. Finally. Ok, tilbúin í það? Yep. Þetta eru 6 spurningar. Skemmt, hvað skrítið að vera bara 2 Ég var að svara hvað ég held að Tommi segir. Nei, það er eftir. Nú ertu að spyrja með skilningi. Nei, þú svarar bara þín. Ég er að spyrja þig. Þú er bara að spyrja mig spurningu og ég segi svar. Eftir gískaru. Já, ok. Þetta er fyrri helmingurinn af liðinu. Þetta er skiptið í 3 hluti. Fyrst spyrir þig, svo spyrir Tomma. Svo spyrir þig hvað þú heldur að Tommi sagði. Svo spyrir Tomma hvað þú sagðir. Svo er þetta keppni stig, skilja, við gískar rétt, sko. En þetta mun útskýra sjálf þegar við byrjum. Ok, let's get into it. Boom, ok. Spurning nummer 1. Hvar líður þér best? Hvar líður Inga best? Hvað stað? Mér. Já, og hvað það gera, skilur? Hvað líður best? Ég er með perfect svar. Ég er til í það. Upp í bústað. Það er ekki betri til. Við eigum minni góða bústafi. Við ætlum að taka podcast í bústafinu. Ég held að við nefndum fyrsta þætti. Ég er að tárast. Bara því. Nei, ég veit ekki eins og þú ert svona cozy kall. Þú elskar að vera í svona cozy, bara eftir í burtu, bara svona róleg. Já, bara ekkert malbygg, ekkert bílar. Ekkert malbygg. Nei, ekkert malbygg, ekkert kjaft. Það er bara tré og náttúran, fuglarnir. Það er ekkert aðeins. Ég ætla að vera í bústað næstu helgi, sko. En það, veistu hvað, perfekt veður við bústað. Það er náttúrulega sól, en ég fíla líka þegar það komið smá kvöld og það er svona létt rigning. Borða nammi og popp og svona, létt rigning og bara í pottinn eða ekki. Hvað næst, Við tökum þetta á eftir. Já, við verðum að taka, við ætlum bara að taka þátt og einhver sketsa. Við verðum að geta bara zoom, bara til að leiða Tommi kemur heim. Já, það endur við þetta. Við förum bústaðin, Bústað. Sjöldið til að með þér. Og þáttur líka verður svo geggjaður. Já, þannig að ég sé hérna, bústaður, Ingi, bústaður. Ok. Spurning nr. 2. Hver er uppáhalds veitingastæðurinn? Það má það vera skyndibiti líka? Já, ég held ég þetta. KFC. Já, annarkvort KFC. Jú, eiginlega. Jú, hann mun á að giska þetta ekki. En ég fer oftar á KFC. Já, við erum bara hreinskilin að Serrano. Þú er svona nýlega Serrano kallaði ekki? Nei, en bara Ég vill ekki eiga svona miklum pening í eitt burrito. Men ég get fengið hana burger, franskar, cocktails og svo skilur. Ég er ekki mild KFC með þér. Ég er aldrei fyrir mjög, bara basically ekki einu svona ári, bara svona annað hvert ár. Ég fíl ekki KFC, ég veit ekki hvað er. Já, nei. En ef þið verður til að sponsa okkur, þá náttúrulega byrjaði að fíla. Alltaf viljum alltaf að segja eitthvað switch upp á þessu. Já, KFC, hann minn á þessu sann, sko. Já, ég veit það. En svo til þess að halda áfram með kúka og piss þið með eins og í öllu þáttum, hversu oft á dag kúkaru? Það fyrir samt eftir, sko. Ég ætla samt að segja hvað er svona meðantali? Hann munur ekki halda 4 sinnum, 5 sinnum. Ég held ég kúka með hann svona það bil 2 sinnum á dag. Ég er alveg svona 3 meðantali. Já, ég er svolítið mikil kúkari, sko. Það er stundum fer ég á klósti og það kemur ekkert út, sko. Reynir átt að kúka og nærði því? Já, ekki alltaf. En stundum fer ég á klósti og það kemur bara eitthvað smátur í, sko. Er það bara svona nokkuð svona viku sem þetta gerist, eða? Já, fyrir eftir þú ert með eitthvað magamáttan, við erum að koma stæðinu þess að þetta, þú ert með magamáttan, bara alveg lokast í sko. Hvað heitir það? Ekki laxative. Heldur þú svona sem þú situr í stoppar, það er Imodium. Ég sem situr í vatn, drekkur það, þá hann byrjar að kúka, skilur. Já, þetta er losa, það er laxative, sko. Laxative, já. Ég held að þú átt ekki að taka það on the daily, sko, það þá bara fyrir minna. Nei, en ég held ég ætti að taka svo ég klíra allt út. En já, ég myndi, 2-3 svar, þú veist. En veljum bara eitt. Er það alveg 3 svar? Veldu, því að ef hann segir það er oflétt ef hann segir 3 svar. 3 svar, ok, fuck it. Ok, hvað var uppáhalds spurning nummer 4? Hvað var uppáhalds námsgreinið þín í skóla? Þú veist, stærðfræði, íslenska, heimilisfræði, textilmennt, myndmennt. Ég ætla að segja íþróttir. Ok, já ekki, jú, þú ert ekki mild bókakall. Nei. Jú, íþróttum ekki semst, það er ástæðinu. Ég myndi segja persónulega samfélagsfræði. Ég fuckist þetta. Ég hef bara svo gaman að sögu að samfélagsmaður. Já, ég held að það var skásta af öllu fannst mér, sko. Grunnskóla hétt náttúrulega samfélagsfræði og mennskóla hétt að saga, sko. Ég hef mjög gaman að því, sko. En ok, þá bara, við sem ég til að staldra lengi við hérna.
Spurning nummer 5. Hversu myndalegur myndirðu segja að þú væri frá 1-10? Ég hef gert þetta með vinum mínum og við gerum bara þetta nákvæmlega sama spurning og ég og Tommy. En hver myndalegur ég að hann? Nei. Hversu myndalegur myndirðu þú segja 1-10? Þú ranka sjálfa þig, sko. Já, ok. Ég myndi segja eins og núna, ég er með fresh haircut. Bara segja bara okkur á núna, ég myndi segja svona 7,5. 7,5, já, bara mér finnst það mega mjög sér. Ég hef séð þig, ég ætla að segja við, þú vannmetur oft hversu myndalegur, stundum að myndum ég bara, damn, ég fæ bara verð smá harður, sko. Damn, þú ert alveg með svona, þú ert alveg með flott look, sko. Já, þú ert alveg fucking, hvað er það? Hey, hold on, ok, what the fuck. Ok, seinasta spurning. Ok, þetta er eiginlega skemmtilega spurningin því að þarna mun vera smá bíf á mig líka. Hvað er það sem Tommy gerir sem fer mest í taugarnar á þér? Hvað er svona mest pirrandi í Tomma? Hvað sem hann gerir? Því ég veit að þið eru báðir með eitthvað gott hvað er með eitthvað Sko, ég veit ekki hvort að hann ætlar að segja eitthvað crazy um mig eða ef maður á að hafa þetta light, skilur mig. Nei, hvað er með crazy? Jú, við viljum crazy, ég vil byrja bífina, sko. Ég er bara laid back, ég er bara spirill, sko. Það er fucking nice, sko. Ég myndi segja bara God, ég þarf að hugsa, sko. Segja bara kannski oh my god, sko. Bara þegar hann I don't know. Hvað er með það? Spit it out, kid. Já, ég er alveg blank, sko. Nei, bara eitthvað sem ok, ég skal hjálpa er ekki pirrandi þegar hann er að fá sér latte eða? Nei, það er svo nýtt, sko, eitthvað annað, þú veist, borðar, hann er alltaf fucking pirrandi, hann er alltaf borðað fullt eitthvað shit, hvað er það? Eða er hann bara fullkominn gæði, hann er alltaf, þú veist, hann er ekki fullkominn, sko. Já, hvað er með það? Ég vil heyra, hlustum vil heyra the dirty shit, sko, þetta fyrir ekkert einhvað endilega í taugarnar á mér, en stundum er maður svona, skilur mig. Svona, þegar maður er að tala um eitthvað og hann getur verið oftast svona ósámála, skilur mig. Hann er oft ósámálaður. Já, kannski er það bara ég, en kannski er það, ég veit það ekki. Að hann sé, hann oft ósámála. Já, ég held að segja hann er oftar ósámála heldur en hann oftar ósámála en sammála. Já. Þér, já. Ok, þetta er bara geggjað, þá er bara þessar 6 spurningar komnar og þú má bara fara fram og segja Tóma. Alright, bet. And we're back. Já, þá er Tommy kominn inn í stúdíóið, Ingi kominn fram, ok. Ingi var fokkin lengi, maður. Já, þetta er geggjaður, ég er mjög spenntur í þessu. Þetta eru mjög skemmtilegar spurningar. Ok, nú eru bara við tveir, það er gaman að vera bara tveir. Þetta er þægilegt. Ok, smá huggulegt hérna hjá okkur. Ok, smá huggulegt hérna hjá okkur. Þetta er með 6 spurningar. Ok, wow. Allar mjög skemmtilegar, ok. Númer 1, hvar líður þér best? Hvar líður Tomma best? Hvað staður og hvað ert að gera, þú veist, hvað líður þér best, svona? Eitthvað svona moment í, svona... Fyrsta sem að poppa upp, fyrsta sem að poppa upp var, Upp í rúmi með hendina á leimnum? Nei, topp 3. Nei, ég myndi, sko, fyrsta sem að poppa upp er bara bústaðurinn. Fjölskyldan á bústað. Ok, já, þið líður mjög vel þar. Mér líður ekki dæla vel þar, mér líður eiginlega best þar. Ok, er það bara svarið? Það er bara bústað? Það er eiginlega bara svarið. Já, fyrsta sem kemur. Hvað er það bústað? Hvað er með það? Vá, við erum sko nýbúin að kaupa pott og sánu, same time. Já, það er einhverjum innkoman maður. Flexa það og bara, ríkasti vinur minn, sko, chat. Nei, þú ert ríkasti vinur minn. Já. Nei, mamma er lögfræðingur og pabbi flugvirki, bara shout out á þau, they work really hard. Já, til að kaupa þessa sánu. To get the dough. Shout out á þau. Bústaðar. Já, bústaðar, já, það er næst, ég er bara samanlega líka, sko. Já. Ok, sko. Við erum alltaf að fara að taka pott upp í bústað. Já, við vorum að tala með það, ég og Ingi, við vorum að fokk, nú var ég að gefa. Nei! Ég var að gefa það Ingi sagði Yes, ég strax komið stig. Nei, þetta er ok, heimski klúra þessu. Sorry Ingi, ég verður að horfa á það núna. Nei, það verður að vera forfið, þetta má ekki gilda. Ég veit ekki, kannski segja ég vil það. Klár maður, fokk, vorum að okkur að sagði þetta. Hvað er bara með næstu? Já, ok, næstu spurning. Nei, ok. Hver er uppáhalds veitingastæðurinn? Shit. Það, sko, ég er ekkert mikið fyrir að fara út að borða, sko. Ég er ekki þannig típa. Nei, bara ekki veitingastæður, við erum talað um sýndarbiti líka. Ok. Má vera erlendur líka? Nei, ok, íslensku. Sko, ok. Aftur, fyrsta sem að poppa upp, þetta er bara allt sem er að poppa upp, sko.
Subway, ég held ég fer mest á Subway. Já. Náttúrulega töluðum í fyrsta þættinum. Okkur að spyrja, ég hef átt að svara bara fyrir, sko. Auðvitað á Subway, sko. Dyrkar ekkert Tommi elskar ekkert nema vel raðan Subway-bát. Málega ég hef bara fengið einn fullkominn bát og það var þarna Subway-skeifunni. Þegar fórum í, einmitt inn á skeifunni, beint þetta Puff, Puff. Fórum þar, og ég fekk mér hérna fullkomna bát. Gæinn bara var að vanda sig, bla bla bla. Raðaði skinkunni fullkomlega, ostinni fullkomlega, mikið af... Bara, mikið af sósu, mikið af bla bla, þetta var ógeðslega gott. Mikið, Tommi talandi sósur og Subway. Tommi fær sér 3 sósur og fær mikið af öllu. Majónes, ostarsósa, hvað fyrir líka? Honey mustard. Þessi gæi og sósur eru bara different. Ég hef aldrei, senast að fórum Subway, þá var bannján, ég tók bara smá pappa múi, varu valið í sósun hún, ég veit að, þetta var bara 700 kalorir í sósur. Þetta er ástæðan fyrir 90 kíló. Ég veit, mér finnst þetta samt smá skemmtilegt að ég fíla alveg sósukall. Takk maður. Steindi líka sósukall. Já. En ok, þú segir Subway. Spurning nr. 3. Hversu oft á dag kúkaru? Til þess að halda áfram þessu kúka þeim sem er með hvernig þetta. Já, ég fíla. Sko, það var alltaf einu svona dag. Ok. En svona síðasta árið, myndi ég segja, það búið að vera alveg, það búið að bumpast upp í 2 á dag. Bumpast upp í 10k, já. Bumpast upp í 10k. Ok, þú segir 2. Ég segi 2, já. Það er bara solid, sko. Það er bara holdt, það er bara flott. Já, bara mjög holdt og gott, sko. Ef þið að hlusta, Af hverju hefur það aukast? Er það sósan? Nei, við erum alltaf bara mikið að sósan. Ég tók eftir því, þetta er þegar ég byrjaði að drekka. Ég byrjaði að drekka fyrir 3 ára með eitthvað, 16. Þá fóru hægðinar aðeins að fjölgast, ok. Fjölgast, það er ekki svo að drekka daglega. Þú veist ekki um það. Nei, ég er ekki búin að drekka ykkur 2 mánuði. Já, ég mitt bara, mjög stolt af það, sko. Takk minni gott jam. Og náttúrulega, herðu, spurning nr. 4. Skulum ekki til að stalda lengi. Hvað var uppáhalds námsgreinin í skóla? Annað gott grunnskóla eða menntaskóla? Stærðfræði, íslenska, grunnskóla er alltaf íþróttir, samfélagsfræði. Það er alltaf að fara að vera íþróttir í grunnskóla. Ég haldið textílmennt. Já, nei, svo reyndar í framhaldsskóla, þá var það, ég fór í eitt fag þar, val, segi það var einmitt, við vorum að elda mat. Já, er það ekki með heimilisfræði? Já, einmitt. En það er, þú veist, einmitt, íþrótta... En það fólk stegt að fara í það í menntaskóla, eða það er svona FS-ting að fara? Þetta var bara eitthvað 5 stig, 5 eitthvað, bla bla, og ég bara, þú veist, elda ykkur mat. Já, næs, bara, þú veist alveg fínt í eldhúsinu. En ég segi íþróttir, það er final answer. Það er flott, ég var að spyrja svona grunnskóla, já. Ok, skemmtilegt, ok, númer 5. Já. Hversu myndalegur myndur segja að þú værir frá 1 upp í 10? Ok, núna, eins og staðan er núna, ég er nýbúin í klippingu, ég var með þetta face mask stöf á mér áðan, ég er glowing, þú segir ég er glowing, sko. Ég er alveg, ekki segja ég sé eitthvað kokki, en mér finnst ég alveg vera sætur, finnst ég alveg vera flottur, sem er náttúrulega bara gott, ykkur á að finnast ykkur vera flott, en ég myndi segja, þú veist, já, 1 upp í 10. Ég ætla að segja 8,3. 8,3. Jú, það má alveg. 8,3. Það er svolítið erfitt að gíska ef að bömsu 8,5. Bara ef hann segir 8 eitthvað, eða hvað? Segjum 8,5. Þú sagðir 8,3. Já, ég gef rétt ef það er 8,5 eða eitthvað. Já, eitthvað sem vil það. Ok, fuck it. Segð það. 8,3, ég er bara mjög samanlega. Þú ert nefnilega átti svo þú átti þín moment líka, sko. Þú veist, ég var alveg síðan vídeo á myndina og ég er bara Jesus Christ. Þið báðið, þið eigið eitthvað moment, sko. Já, einmitt, takk. Ég einmitt. Þið gangið einhvern smá ugly face núna? Nei, ég fokkast í þið, Nei, þið alltaf settir. Nei, ég er spenntur að sjá þið kemur á tenni. Úff, ég, sko, finnst ég vera flottur núna, það bara býðið bara mánuð. Ég með vera allt, bara whole nother person. Þú átt að það þingjast nút að því. Það er smá stressað, magnaði sósun og pastaðinu sem þú var að borða þannig. Nei, ég er að bara svipna mikið. En þú er til í gott content. Nú ertu alveg aktífur á TikTok. Ég vil svo tokka á dag núti, er það ekki eitthvað? Jú, ég ætla að taka eitthvað thirst trap að núti. Já, thirst trap og ég er bara eitthvað smá tokka á dag, sko. Er það ekki það? Jú, fokk, ég ætla að taka Tene Semper. Tene. Stay tuned. Já, bokki, þú ert að verða 2 aukur eitthvað shit, sko. Já, ég fer 27. mars. Já, við munum sakna það með shit, sko. En við munum fá ekki geggjaðan geststjórn í staðinn. Já. Ok, síðan spurning en svo skemmtilegasta og mest spicy. Hvað, það er svo mikið sem getur greina hérna, hef hann að býta þessu, við munum bonda hérna, sko. Hvað er það sem Ingi gerir sem er mest í töðunar þar? Shit, sko, hvað er að byrja? Nú, já, where do I start? Þetta er bara svona þannig spurning, sko.
Nei, Ingi fucking geggjað Nei, hann er flottur strákur. En Fýll leikara, einu sem hann er góður í. hann er bara svo Messi, hann kann bara spila fótbolta, eða skilur. Kann bara leika í sketsjum. Hann kann bara leika í sketsjum. Sko, he has some flaws. Við getum alveg verið hreinskilin með það. Það sem að poppaði fyrst er að hann getur verið smá hægur. Maður er kannski að segja eitthvað við hann og setja saman hluti ég tengi líka við þetta þegar ég er með honum ég er náttúrulega búin að vera vinur hans í ykkur 8 ár maður þarf að útskýra hlutaleið og lítið þaula og bara svona, þetta, hvað er að gera þetta? Maður þarf stundum með þetta að segja hluti við hann 3, 2, 4 sinnum og reyndar annað og ég ætla að gefa honum þetta sem valmöguleika líka hann er ógeðslega oft, ég náttúrulega peka hann alltaf upp eiginlega bara daglega, ég er alltaf að sækja hann gæða og það hann er ekki með bílpróf og svona og við erum alltaf saman en alltaf þegar ég kem á pekanu það er bara no, bara without fail hann er alltaf allavega svona 7 mínútum of seint að koma inn í bíl býður alltaf í bílum í 7 mínútur? Já, ok, og það er, average ég hef alveg lent í þú eru oft sótt mig líka já, þú ert þetta smá lélegur í en er ég styttur en hann? Ég er svona 4 mínúta kall já, þú ert styttur en hann en þú samt, við erum báðir svona hefur alveg tekið 10 mínu eða ég veit það það er bara að þú ert að græða eitthvað stöf en það hefur alveg verið bara 20 mínútur skilur, ég bara heyrðu það er að frétta, drullaðir út það er smá eins og Steind og Uddi, ég er smá eins og Uddi hvaðan getur verið hægur og seitt segja það bara ok, herðu, það var að fara að ná í hann já, ég skal bara alright, ég kom inn með þá báð aftur í stúdíu Ingi komin aftur inn, let's go strákar, er þið til í þetta? Ég er ógeðslega til í að svara núna, þetta er besta vinakeppni nú kemur mest spennandi part, ég er svo peppari og svo gaman að spila þetta við þurfum að hafa eitthvað tónlistundi já, endurbost, við getum alveg setja eitthvað fóst, alltaf þetta helviti jolly lag sko alright, þetta komur svona boom ég ætla fyrir næsta þátt, ég ætla að adda hverju soundeffektum í þetta í bordi, svo það gera eitthvað meira epic ok, heyrðu, nú byrjum bara á því Ingi byrjaði, þá byrjar Ingi að svara núna hérna ok, nú áttu að svara það sem að þú heldur að Tommi hafa sagt hvað heldur að Tomma líður best? Ég ætla að segja ég veit ekki hvort annarkvort fór hann í kannski bara heima eitthvað með fjölskyldinu eða eitthvað eða á tenni eða bústað eða hvað myndir þú velja? Ég ætla að segja tenni það er ekki rétt hann sagði bústaður bústaðurinn en Tommi, hvað heldur þú Inga líður best? Sit down with my god Jep, þú sagði það nefnilega þetta var close call, ég ætla að gefa þér Tommi er að gefa lúkki núna, við þurfum að segja rétt Tommi, hvað er að Inga líður best? Ég ætla að giska á bústað það sem hann gerði var, Ingi, þetta er á mér ég misti út mér óvart að ég sagði eitthvað, við vorum að tala þetta á bústað eitthvað Tommi nefndi bústað og Tommi sagði eitthvað, við þurfum að taka þátt í bústað ég sagði, við Ingi vorum að tala þetta þannig gaf ég upp að þú hefði sagt bústað en, bíddu, þannig þetta verður ekki stið á Tomma þetta er bara ég tek þetta mig, en þetta er áhugavert að þið sögðu sama hlutin bústað, þið sögðu bara bústað það er ekki einhver líð, mér vil bústað, ég er alveg sammála ykkur hvað myndið þú, eða hvað hefði þú svarað? Já, ég myndi svara sjálfur hvað er mér best þegar ég er reyndar líka bara bústað og specifíkli með vinum mínum bara bústað, fara með félögum einhvers staðar, maður er bara ekki að drekka og það er bara ógíslega það með klukkan og svona 11 við erum að verða fullir hvað það er gaman drekka, sniffa bíddu en já, það er ekkert skemmtilega ok, let's go en það 0-0 því ég skeitum bak þetta er mjög skemmtilegt sjáu þið núna nei, ég ætla að förum bara alltaf sömu sjáu þið nokkað á símum nei ok, hvað Ingi, hver er uppáhalds veitingastæðan Tomma? Hvað heldur að Tommi hafa sagt? Hann spurði mig í dag bara eitthvað ert þú með eitthvað veitingastæð sem þið langar ógeðslega mikið prófa en hefur ekki gert það? Það er svona kinky eitthvað ég bara það er eins og var að reyna að bjóða mér út að borða það er eitthvað það er svona skellur út að borða já við erum alltaf að panta bara eitthvað Dominos-pizza ég sver að ef þetta er eitthvað svona staði sem ég bara aldrei heyrt þá var ég pissed á sko ég reyna að hugsa hvað poppa fyrst upp? Ekki neitt, það var ekki neitt upp sko er það nokkuð eitthvað kebab kannski?
Er það málið? Já, meinar, geti, en það er samt svo nýs. En ég ætla ekki að segja, en ég ætla ekki að hjálpa. Hvað heldur þú? Kýft, hvað heldur þú að segja? Bara eitthvað kebabstað einhverjum í spönginni, eða þú veist, það væntanlega ekki. Ég ætla að segja Hvað með það? Það er bara Við erum ekki allan það. 3. Ok, ég ætla að segja bara Serrano. Ránt. Ekki var það Hvað var það, kebab. Tommi? Segðu það. Subway. Þetta var Subway, hann elskar ekki meira en vel raðað Subway-bát. Hvernig? Oh my Já. god. Þú ert ekki að klokka þetta, þú ert ekki locked in, sko. Ok, Ég var að hugsa Subway, sko. þannig að það er ennþá Ingi með 0 stig. Tommi, hver er uppáhalds veitingstaðans Inga? KFC. Já, Þetta er ekki rétt. Boom, baby. 1-0 fyrir Tomma. Boom. Auðvitað er KFC. Hann ætlaði að reyna að segja eitthvað Serrano í sig, ekki ljósa alveg, ekki ljósa. Nei, þetta ég var vera að svona ljúga, annarkvort ok. Serrano eða KFC. Já. Svona, ég finn meira KFC, ég segi KFC. Þú ert einmitt, já. Ok, 1-0 fyrir Tomma, let's go. Þetta komið spenna í leikinn. Þetta var léttast að stiga á all time. Já, spurningum minni 3. Ég spyr Inga, hvað heldur að Tommi kúkar oft á dag? Ég ætla að segja 0 sinnum? Ég ætla að segja tvisvar á dag. God. Það var rétt! Já, nei. Nei, Ok, Anna. hvað er klappið? Hey. Vel gert, já. Let's go. Það er rétt, Fyrsta stig 2 á komið í dag, ok. Ok. Tommi, það er núna 1-1 Tommi Ingi. Hvað heldur þú að Ingi kúkar oft á það? Hann er svolítið svona prumpu-kúkar. Hann er svona prumpu einmitt. Hann er sko, ég held hann Það er helst í kúkar. hendur sko, prumpu-kúkar. Já, ég held hann kúkar oftar en hann pissar, sko. Ég er ekki að döga. Aha. Já. Nei, þetta er að segja þetta með fullið saman, sko. Nei, sorry. Já, já. Ég er að döga. Hérna, sko. Hann er svona þannig gæði, sko, hann er svo spes, sko. Ég pissa örugglega meira. Ég veist hvað, ég ætla ekki að gefa einhver Út af hann segir þetta svo casually. Hei, strákar, ég er að fara að kúka. Já, hann er líka En mjög svo strákar, fljótur, ég hann læra er að fast pooper, sko. Já, þetta er svona Paldi, eina mínúta þáttu 3 og hlustendur vita allt um hæðunar okkar, hversu oft við pissum, kúkum, hvernig við gerum það. Það vita allt um klósferðan okkar, það er svo steikt, sko. Já, þetta er svona bara gaman, sko. Já, það er skemmtilegt. Sko, mér langar að skjóta 3, þú veist, ég held að sé að vinna með aðeins meira en 2 á dag, sko. Ég finn það bara á mér, ég ætla að segja, hvað, var hann klikkaður og fór í 5 eða? Nei, ég ætla að segja 3 á dag. Það er árið! Yes! Jó! Ok, þetta er fokkar ekki í mér, sko. sko. Ekki Þetta fokk. djúka. Þetta er... Hvert þú að pæli hvað ég kúka oft á dag Það er gaman að enda þáttina svona bangin, sko. Bara besti vinur minn, ég veit allt um því maður. Koma svo. Já, ég veit Too það. Þetta easy. er líka besta vina keppni, við erum að testa þetta, ok. Já. Herðu, en það er 2-1 fyrir Tomma. Það er Ég verð að vinna þetta, maður. Ég er flawless í þessu. Það var skita þetta með Subway, sko. Ok, þetta er líka mjög skemmtilegt. Ingi, Já. þú spyrir þig, hvað var uppáhaldsnámsgreinast Tomma í skóla? Hvað? Hvað var uppáhaldið mitt? Hvað heldur þið? Já, segja honum hvaða skóla? Eða sagði... Bara í grunnskóla, þetta er báði hjá báðum til grunnskóla grunnskóla, báðum, já. Ég ætla að segja Gerðu fuck it, ég segi fuck it íþróttir. Já. Hanna! Það er árið! Það er árið! Ok, vel gert. Þetta var rétt. Hey, herru, What the fuck? Já, ok. Já, einmitt, það er bara hárið. 2-2. Já, 2-2. Tommi, þú var sem er spurningu, hver var uppáhaldsnámsgreinans Inga? Ok, Þannig að augljósta svarið er náttúrulega stærðfræði, en ég skal gefa það var ekki það. Ok. Nei, sko. Nú var það gott að eiga, bro. Ingi var þannig sé ekki góður í neinum fögum. Í skóla. Það er bara hart skóta. Hann er aldrei að fara að segja, þú veist, starffræði eða Taktu nördan, hvernig myndir nördur reakta ef það þú annar sagt að það var ekki góður? I love math, what are you saying? En ég held að augljósasta svarið er íþróttir og ég ætla að segja það. Það er rétt! Já, all I do is win, Ég er flawless, ég er að lesa eins og biblíuna. Ég veit að lesa það. Þetta er æsi spennandi, þetta grís. 3-2 Tommi. Það er spennan magnast hér. Þetta er seinasta spurningin. Í stúdíóinu. Görum að stæla stúdíóinu. Er ekki Nei, það eru 2 eftir. Þetta er, já, þetta er 2 eftir. Hvað er það, 4-2? Nei, 3-2 fyrir Tommi. 3-2, já. Já, náttúrulega fyrsta stiði var... Já. Ok. Ok. Hversu, nummer 5. Nú spyr ég Ingi. Hversu myndalegur segir Tommi hann sé frá 1-10? Hvað sagði hann að vera myndalegur? Ég ætla að segja, sko. Hann er egoisti, og ráða ég. Já, ég er hræddur um að hann er egoist að segja bara 11 eða eitthvað svoleiðis, skilur. Ég ætla að segja, veistu hvað, ég ætla að segja 9. 9.
Það er ekki rétt. Þú hefði 8,5 hefur rétt, hann sagði 8,3 út af hann ógeðslega tregur. What? 8,3. Já, 3? Þetta 8 og 8,5 hefur rétt, en 9 þetta er ekki hægt. Já, Ok, þetta var dýrt spaug þarna. Þú getur ennþá jafnað þetta, þar segir Tommi klikkar báðum næstu, sem er líklegast ekki verið gerst. En þú Tommi svo klári í þessu, góður í þessu leik, hvað er að gerast þarna? Ég var næri þá lappar út. Storms out. Nú spyrir þið sem spurning Tommi, hvað sagði Ingi að var myndalegur 1/10? Ok. Hann skýtur svo oft niður. Ingi hefur oft verið að kvarta Við þurfum alltaf að peppa hann upp eitthvað hversu myndalegur hann er. Ég veit að mér finnst Ingi vera myndalegur. Mér langar lókið sleikuði núna. Hann er einmitt myndalegri en hann heldur sjálfur, mér finnst það. Eina sem er að fokka honum upp eru júnibráið. Ég er einn að taka það, sko. Hann kvarta líka stundum hvað hann með mikið að face fat. Hann köttaði kóki út, það er góður til það. Já, köttaði kóki út. En ég samt, ég ætla að segja, var hann næs við sig sjálfan og sagði eitthvað hátt. Shoot, kid. Mér langar að segja 8. Það er ekki næstum tæpur 7-5. Nei. Ég hefði átt ekki leið ykkur bara að segja slétta tölu. Já, gera næst, sko. En já, ég get ekki gera eftir þetta. Come on, þarna þarf ég að pulla blinder. Þetta er svolítið svona moment, sko. Já, pulla blinder. Ok, seinasta spurning, þetta er æsi spennandi. Annarkvort, Ingi geti jafnað þetta þegar segir Tommi svarar vitlaust. Þetta er svo spennandi. Ok. Þið vitið báðum seinasta spurninguna. Muni eftir henni. Ingi. Já, hvað sagði Tommi hvað er það sem að Ingi gerir sem fer með mest í taugarnar á honum? Hvað finnst honum fara mest í taugarnar á sér við þig? Já. Ég ætla að segja hvað er það við þig sem fyrir í taugarnar á honum? Ég ætla að segja þetta geti enda podcasti, sko. Ég get ekki eitthvað hæ, unnarðan, görum við stæla. Ég skal gera hérna. Það er bannað að vera pirraður. Já. Út í þetta, ok. Ég er ekki að fara að vera pirraður. Já, nei. Þegar ég kannski Þegar ég segi nei við vídeóhugmynd. Ok, þetta er áhugavert. Þetta En væntanlega ekki, Tommi vann Þetta er gott svar. Þetta er einu sem sko, við vinnum við að gera þetta. Við erum alltaf að skjóta niður hugmyndunar okkar. Málið, þetta er gott svar en bara, nei. Nei, væntanlega ekki. Tommi kemur líka, alltaf þegar maður brainstorma, Tommi kemur alltaf með, sjá þetta vinnum við komma, hann kemur alltaf með langt flestar hugmyndir, en hann er mest að svona síjar út, skilur, hann er meira svona, hann svona talar bara, hann bara skýtur meira út, þetta er svona dælur 100% hugmyndum, 10% af mér valdar, skilur, þetta er svona þannig dæmi, sko. Þetta er líka, þú veist einmitt, þegar við erum að klippa, ég er alltaf ekki að gera þetta, og það er, þú veist einmitt, oft sagt nei, ég er bara ef einhvern sem vanir að heyra nei, þá er þessi gæri að vera. Þú veist, ég er bara einmitt. Ég er hættur, þannig að þetta var ránt, hvað var það? Það var, ég er svona samanlega þessu, hvað getur verið hægur? Bara svona að fatta hluti og svona. Ok. Og líka, hann sagði líka hversu seinna, ég þannig að betna ekki meira en hversu seinna þú ert oft út í bíl þegar hann að sækja þig. Það verður að segja meira en eitt en það. Ég var að gefa þér 2 möguleika. Já, reyndar. Okkur hugsaði það ekki? Ef þú myndi ekki hlusta á hana partírum og tala um því, við vorum bara að byrja sko. Leo, ég heyrði alveg hátt í ykkur, ég heyrði ekki hvað þú voru að segja en ég heyrði bara eitthvað hátt, hvað var? Ekki fucking hátt þetta. Ég þurfti að fara lengst sko, ég heyrði bara ég get verið seitt, þú veist, Tommi pikka mig fyrir bæinn, ég get verið seitt, það bara málið er ég veit ekki af, þú veist, ég er ekki að reyna að vera eitthvað nettur og vera eitthvað ég ætla að vera seitt, en það ég er það shit ég er náttúrulega líka svona, við tölum þetta, ég á líka þetta Já, þú seinkast ég er oft tekum mig góða 7 mínútur, sko og það þegar þið byggðist eitt miklum tíma út í bíl beintur út í mig, sko lagið rólega með Anna stefnilótsa Já, með stefnilótsa Svo tek ég alltaf þetta labbarna með einhverja tösku, ég alltaf að bera fullt okkur próf Já, það kemur hérna Já, tek písmerki, tek ég hendur eitthvað bara Ok, en já, þetta var ekki Ingi er officially búinn að tapa bara spurningum hvort þetta verður walkover hjá Tomma eða ekki Nú spyrir Tomma, hvað er það við þig sem að fer mest í taugarnar á Inga? Ég held, ok, fyrsta sem að poppa upp og þetta er ekki svarið mitt, ég er bara aðeins að brainstorma það er hvað ég tala mikið ég get tala mikið Jú, ég að gera það svolítið og sko Það er gott að vera podcast og tala mikið einmitt þetta er eiginlega eina sem er að poppa upp núna maður, ég vil vera flawless í þessu hvað ég tala mikið, hvað sem sagt, ok jú, ég segi hvað ég tala mikið Lokasvar
Ekki rétt. Nei. Það var mjög, sko, ég er smá ótrúlega Ingi á ekki ná því að þetta er mjög basic með hversu getur svo hæg og getur verið það héldum myndin á því. Það er svona obvious, en Ingi sagði, þetta er mjög áhugavert, sko, þetta gæti líka endað vinsamandi. Hann sagði að við mest höfundum er hversu að þú ert oftar ósammála heldur en sammála. Oftar ósammála honum en sammála. Hann er ekki alveg mikið á heilunum. Sko, eins og ef við tölum eitthvað, ég kem með eitthvað, þú veit svona, það er svona, dálítið svona mix af tala mikið og kannski ósammála. Þú ert kannski ósammála, ég respekta, en svo bara heldur þú áfram bara. Ég er mjög ósammála, ég tala mikið um það. Það er kannski svona... Þú veist, þú segir eitthvað, nei, það er bara út af þessu og svo svona heldur áfram í svona hálftíma, skilur. Það er kannski bara parturinn, tala mikið. Þetta er basically stig, sko. Semi. Hvað? Ég ætla samt ekki að taka Þú gískaði hvað segir þið? Bara ég tala mjög mikið. Já, þú talar of mikið. Reyndar er þetta stig. Þetta er svona, þetta er ósammála, en samt, þú veist, hann getur líka verið bara ósammála, en hann tala mikið, þannig að hann getur sagt bara, nei, þetta er fyrir út af þessu, en þú segir eitthvað, þetta er út af þessu og heldur áfram, skilur. Þetta er 3, ég gefur hálft stig, þetta er 3,5 stig sem, staðan var 3,5-2 fyrir Tomma. Ég finn þetta lyktina. Hvað er það? Finnur þetta? Já, mér finnst það fín, sko. Vítum við velið. Finnst þið lyktina? Þetta er good shit, hvað er í gangi hérna? Ég beinni útsendingu. Þetta er bara lemon and lime. Sko, þetta var bestu vinakeppnin í dag, þetta var mjög skemmtilega liður. Já, ég segi tökum hann aftur. Við förum 100% í þetta verður fastu liður. Eða við rúlum þessu og hvað er betri, getum gert svona annarkvært dæmið, jú, getum við gert það. Því hvað er betri líka mjög skemmtilega. Ég ætla samt að segja eitt um það sem þú varst að segja. Ég held að ég elska bara að útskýra hluti. Ég held að ég sé smá tregur, ég elska að útskýra hluti. Ég er líka þannig, sko, við Tommi erum alltaf líkir. Ingi er auðvitað Ingólfsson að vera með okkur því að við erum báðir að útskýra sama hlutin geðið oft. Þú veist enda ofta að kvarta við tölum mikið, sko. Já, nei, þú veist, ég meina, svo líka hugmynd, þú veist, þið erum náttúrulega með betri vinur en kannski ég við ykkur, en við getum líka tekið að þú tekur með Inga í þetta eða öfugt Ingi tekur með mig og Tomma. Ég meina, þetta getur við swappað þessu bara jafnvel næsta þetta, það getur mjög skemmtilegt, sko. Ég meina, með að við erum búin að vera vinir, hvað, síðan í september? Já, mánuði, sko. Þú þekkir okkar alveg mjög, sko. Já, við erum alveg tætt, ég og Tommi erum alltaf síðan 7. bekk, sko. Ok, þetta var næst í 10 ára eitthvað. Þá er bara fyrir að koma að loka með okkur, við fórum að fram okkur, við eigum bara þessar 2 liði inni, við eigum haldið getið með Tomma og er þetta skrítið með Inga. Já, við erum að jappa aðeins svo mikið. Já, við jappum þetta, þetta var mjög góð þáttur, þetta var hressandi þáttur. Vonandi, já, höfðu gaman aðeins, sko, og bara haldið áfram að hlusta, haldið áfram að, við minnum á það, kommentið endilega, kommentið á Spotify því að við munum lesa upp öll komment úr previous þætti við lesum upp í næsta þætti. Hverju þætti? Já, það stefnum á komment á Spotify, jákvætt, neikvætt, hvað sem er, eitthvað áhugavert, kommentum með eitthvað og sjálf þá sem að hlustu í gegn, þið vitið að þá þurfum að kommenta og fuck it, gera alright, þá bara segi bara takk í dag, er það ekki? Takk í dag. Gleðilegan mánudag. Já, ég er mjög góðan mánudag. Follow okkur á Instagram, by the way. Instagram, TikTok, Facebook. Follow okkur alltaf, það er bara gaman. Spotify, YouTube. Gauður með stæla, þetta er bara fyrir að vera gaman. Þetta er bara gauður með stæla, skilur. Let's go, ok, bara sjáumst á næsta mánudag. Next Monday. Thank you. Má ég sjá. Ok.